Þá göngum við til 5. dagskrárliðar í útsendi dagskrá, starfsáætlun og stefnuræða nefnda 2015, velferðarráð. Sigríður Huld Jónsdóttir bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í samstarfssamningi þessara bæjarstjórnar lögð áhersla á velferðarmál íbúanna, enda Akureyri skapa sér sess í gegnum tíðina sem forystu sveitarfélag í velferðarmálum. Það hefur gert með því að vera tilbúin að taka þátt í því að vera reynslusveitarfélag, til dæmis með rekstri heilsugæslunnar, málaflokks fatlaðra og öldrunarheimila. Í fyrstu gengu þessu verkefni vel, en á síðustu árum hefur tekið að halla undan rekstrinum þar sem sífellt minna fé veitt í verkefnin að ríkisins hálfu. Öll þekkjum við hvernig fór með heilsugæsluna. Með stofnun Heilbrigðisstofnun Norðurlands var heilsugæslan á Akureyri tekin þar inn og var lítill áhugi frá ríkinu að Akureyrarbær fengi að halda áfram með heilsugæsluna. Getu Akureyrarbæjar til að halda áfram með heilsugæsluna var einnig haldið niðri með því að veita heilsugæslunum minna fé en til dæmis heilsugæslunu á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að Akureyrarbær átti erfitt með að halda rekstrinum áfram án þess að taka af rekstrarfé bæjarsjóðs. Því fór sem fór, en eftir stendur að áfram þarf að þjónusta íbúana og heilsugæslan að rækta hlutverk sitt gagnvart þeim. Það er ekki hægt að neita því að fagaðilar sem áður höfðu samstarf við heilsugæsluna finna fyrir því að annar rekstraraðili hefur tekið við þjónustunni. Boðleiðir verða ekki eins greiðar og því miður bitnar það á endanum á þjónustunni. Ég veit að starfsfólk Akureyrarbæjar og heilsugæslunar að gera sitt besta til að vinna saman og sinna hlutverki sínu gagnvart íbúum og hvet ég aðila til að gera enn betur og halda áfram að vinna saman þótt að rekstrarfé og rekstur sé nú sitt hvorum aðilanum. Sérstaklega þarf samvinnan að beinast á forvörnum og þjónustu við fatlað fólk, aldraða, langveika, fíkla og þeirra sem eiga við andleg og geðræn vandamál að stríða. Þá er samstarf heilsugæslunnar og skólana mikilvægt þar sem öflug heilsugæsla og forvarnastarf fer fram í gegnum samstarf skólana og skólahjúkrunarfræðinga. Verkefni velferðarráðs eru margvísleg og snerta nær öll heimili hér á Akureyri. Undir velferðarráð heyra 3 svið, fjölskyldudeild, búsetudeild og öldrunarheimilin. Verkefnin eru mörg og engin leið að gera þeim öllu skil hér í dag. Ég mun því stikla á stóru til að gefa sem gleggstra mynd á starfseminni, ásamt því að fjalla það sem við ætlum að gera á næstu misserum. Velferð barna okkar hér öllum hjartfólkin. Það skylda okkar að búa vel á börnum og tryggja þeim öryggi og að þau hafi jöfn tækifæri til að vaxa og dafna. Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar veitir fjölbreytta velferðarþjónustu á sviði félagsþjónustu, barnaverndar, málaflokks fatlaðra og ráðgjafarþjónustu leik- og grunnskóla. Þar starfa ýmiss konar fagfólk svo sem félagsráðgjafar, sálfræðingar og sérkennarar. Unnið að umsóknum fjárhagsaðstoð, veitt félagsleg ráðgjöf og unnið að því að tryggja börnum viðeigandi uppeldisskilyrði með því að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunar og beita úrræðum til verndar barna þegar það á við. Einnig unnið að ráðgjöf til fatlaðra og fjölskyldna þeirra, meðal annars með stuðningsviðtölum og samhæfingu og þjónustu. Þar fer fram greining, meðferð og þjálfun fatlaðra barna, auk þess sem tekið á móti umsóknum stuðningsfjölskyldur fyrir fötluð börn og umönnun og bætur vegna þeirra afgreiddar. Ráðgjafarþjónusta fyrir börn í leik- og grunnskólum sinnir málum einstakra nemenda með því að meta vanda þeirra, gera tillögur úrbætur í samvinnu við fjölskyldu og skóla. Mikill þungi hefur verið í þjónustu fyrir börn og fjölskyldu þeirra og þjónustu aukning í málaflokknum. Mjög mikil eftirspurn eftir sálfræðiþjónustu og hafa myndast töluverðir biðlistar sem varð að bregðast við, sem við og gerðum. Undir lok síðasta skólaárs var ákveðið að veita tímabundið fjármagn til að auka sálfræðiþjónustu og þá aðallega til að minnka biðlistana frá skólunum. Félagsleg ráðgjöf stór hluti af starfsemi fjölskyldudeildar og snýr aðallega að börnum og barnafjölskyldum en einnig til dæmis einstaklingum sem eru án atvinnu og hafa mist bótarétt eða þurfa fjárhagsaðstoð vegna veikinda og félagslega aðstæðna. Mikil áhersla lögð á að koma einstaklingum sem fá fjárhagsaðstoð í atvinnu eða virkni. Á það jafnt við fólk sem hefur ekki unnið sér inn bótarétt hjá Vinnumálastofnun og fólk sem hefur klárað hann. Undir virkni flokkast nám og ýmiss konar endurhæfingarúrræði og til að efla einstaklingana
sem hafa þurft að fá aðstoð fjölskyldudeildar eru ýmisleg úrræði svo sem Félagsstarf í Rósenborg, Fjölsmiðjan fyrir unga fólkið, Lautin sem aðkvæði fyrir geðfatlaða og gerðir eru virknisamningar. Þá er fjölskyldudeild í samstarfi ýmsa aðila hérna í bænum svo sem Sjúkrahúsið, Heilsugæsluna, Rauða krossinn, SÁÁ og Aflið. Í lok febrúar síðastliðnum var undirrituð samstarfsyfirlýsing milli lögreglunnar á Norðurlandi eystra og Akureyrar átak gegn heimilisofbeldi. Er að ræða átaksverkefni sem hófst 1. mars og er gert ráð fyrir því að það standi í 1 ár. Markmið samstarfsins er að auka þekkingarmiðlun og bæta verklag til að taka á heimilisofbeldismálum, veita þolendum og gerendum betri þjónustu og vernda börn sem búa við heimilisofbeldi. Meginþunginn af þessu verkefni er hjá lögreglunni og starfsfólki barnaverndar og fjölskyldudeild. Velferðarráð var einhuga að koma þessu verkefni í gang og vil ég þakka bæði lögreglustjórunum hér á Akureyri og starfsfólki fjölskyldudeildar fyrir þeirra hlutverk í að koma á þessu samstarfi sem ég tel mikið framfara skref, sérstaklega gagnvart börnum sem búa við þær ömurlegu aðstæður sem heimilisofbeldi er. Verkefnið fór rólega af stað en síðan hafa komið upp nokkur mál þar sem að nýju verklagi hefur verið fylgt. En heildarárangur verður metinn í lok tímabilsins. Ég bind vonir við að málsmeðferð og eftirfylgni í þessum málum gangi hraða fyrir sig og úrræðin virki fyrir þolendur og gerendur. Helstu verkefni barnaverndar er að taka á móti tilkynningum bresti í aðbúnaði og aðstæðum barna á starfssvæði nefndarinnar, kanna þær og beita viðeigandi stuðningi þar sem hans er þörf. Hefðbundin stuðningsúrræði samkvæmt barnaverndarlögum eru uppeldisráðgjöf til foreldra, tilsjón á heimili og útvegum stuðningsfjölskyldu eða persónulegs ráðgjafa fyrir barn. Einnig er foreldrum liðsinnt vegna eigin vanda og börnum vísað í greiningu og meðferð. Meginflokkar barnaverndartilkynningar eru 3. Það er vanræksla barns að hálfu forsjáraðila, að barn sé beitt ofbeldi og áhættuhegðun barns. Það er að barnið stefni sjálfu sér í voða, til dæmis með vímuefnaneyslu, afbrotum eða sjálfskaðandi hegðun. Nokkurt árabil hefur tilkynningum vanrækslu barns farið fjölgandi en tilkynningum á áhættuhegðun barns fækkað að sama skapi. Helst þetta í hendur við þá þróun að þau börn sem tilkynnt eru nú eru að jafnaði yngri en áður. Sömuleiðis tengist þetta fjölgun mála þar sem upplýsingar áfengis eða vímuefnavanda foreldra koma fram í tilkynningu sem þá er skráð sem ástæða vanrækslunar. Á árinu 2014 var tilkynnt vanrækslu vegna misnotkunar áfengis og eða vímuefna í 98 tilvikum, sem er fjórföldun á 2 árum. Er þessi ástæða tilgreind í helming allra tilkynninga vanrækslu barns og mjög ákveðin vísbending að fleiri börn en áður alist upp hjá foreldrum sem misnota vímuefni. Á síðasta ári voru styrkþegar í fjárhagsaðstoð 425, á heimilum sem þáðu fjárhagsaðstoð voru 284 börn. Það er áhyggjuefni að það fjölgar aðeins í hópi þeirra sem búa einir og fleiri fjölskyldur með börn fengu fjárhagsaðstoð á árinu. Stærstu hóparnir sem sækja fjárhagsaðstoð eru atvinnulausir og öryrkjar. Sjálfur finnst mér það mikið áhyggjuefni hve mikið hefur verið að fjölga í hópi yngstu einstaklingana sem sækja fjárhagsaðstoð. Ungt fólk sem á einhvern hátt hefur ekki náð að fóta sig í samfélaginu og hafi ekki nein réttindi nema til fjárhagsaðstoðar hjá sveitarfélaginu sem það býr í. Fjárhagsaðstoð er algjört tímabundið neyðarúrræði og á ekki vera neitt annað. Fjárhagsaðstoð dugar rétt fyrir nauðsynjum og stundum ekki einu sinni það. Það ættu að vera önnur kerfi sem taka við einstaklingnum sem hafi ekki tækifæri til að afla sér tekna. Þessu þróun sést ekki bara á Akureyri heldur einnig í öðrum sveitarfélögum. Hér þarf að vinna með ríkinu að betri lausnum fyrir þetta unga fólk og þar koma einnig inn skortur á úrræðum fyrir ungt fólks sem á við fíknivanda að glíma og stundum bæði fíkn og geðræn vandamál. Rekstur fjölskyldudeildar er í góðu jafnvægi þar sem af þessu ári og ekki verið eins góð staða og nú í mörg ár. Þá er það ánægjulegt að fjárhagsaðstoð er á pari við áætlun og er það eitthvað sem hefur ekki sést nokkur ára skeið. Á deildinni starfa í kringum 70 manns í 60 stöðugildum og meirihluti starfsmanna deildarinnar eru konur.
Búsetudeild Akureyrarbæjar veitir margvíslega þjónustu sem miðar að því að styðja við sjálfstæða búsetu fólks eða skapa fólki aðstæður til að lifa sem eðlilegustu lífi á heimili sínu þrátt fyrir skerðing og færni sem kann að fylgja hækkandi aldri, fötlun eða veikindum. Þjónustar sem búsetudeild veitir til dæmis heimaþjónusta, heimsendur matur, félagsleg liðveisla, búseta með þjónustu, skammtímavistun fyrir fatlað fólk, skólavistun fatlaða barna, ráðgjöf, svo sem iðjuþjálfara og notendastýrð persónuleg aðstoð. Svokallaðar heilsueflandi heimsóknir til aldraða sem hafði verið unnar í samvinnu búsetudeildar og heilsugæslunnar fluttist alfarið til Heilbrigðisstofnunar Norðurlands þegar sú stofnun tók til starfa. Jafnframt ákvað stofnunin að hækka aldursviðmið og í dag eru 80 ára eldri fá boðum heimsókn en áður voru það 75 ára eldri sem voru boðin þessar heimsóknir. Búsetudeild veitir öldruðu fólki fjölbreytta heimaþjónustu. Þeim veitir ráðgjöf iðjuþjálfara sem veitir þörf fyrir aðstoð við útvegun eins og hjálpartækja og velferðartækni. Veitir ráðgjöf breytingar á húsnæði og hvernig aðlagast má nýjum aðstæðum. Aukist hefur þrýstingu frá öldruðu fólki og aðstandendum þeirra að aldraðir með vaxandi þjónustuþarfi fái meiri þjónustu heim. Jafnframt sjúkrahús á Akureyri að útskrifa fólk fyrr en áður sem getur tímabundið kallað á aukna þjónustu bæði frá heimahjúkrun og heimaþjónustu. Það er því brýnt að framfari samtal á milli allra opinberra aðila á hvern hátt við mætum þessum þörfum. Sjúkrahús á Akureyri hefur sýnt að frumkvæði og lagt til að stofnaður verði samráðshópur vegna þjónustu við aldraða á starfssvæði Heilbrigðisstofnunar Norðurlands og hefur velferðarráð skipað 2 fulltrúa í þennan hóp. Húsnæðismál og búsetuúrræði með þjónustu eina stóru póstunum í starfsemi búsetudeildar, allt frá því að vera aðstofað að finna hentugt húsnæði upp í sólarhrings öryggisgæslu. Þróun síðustu ára þar sem markmiðið að koma einstaklingum í einstaklingsíbúðir í stað herbergjasambýla heldur áfram en þó eru enn 3 herbergjasambýli rekin á bænum. Þótt herbergjasambýlin hafa á sínum tíma þótt góðu kostu fyrir fatlað fólk og fólk með þroskaskerðingu eru kröfur nútímans aðrar og sambýlin óhentugur kostur litið til einkalífs þeirra sem búa í þeim. Það getur til dæmis verið erfitt fyrir 5 einstaklinga að hafa aðeins eina snyrtingu og ef fleiri en einn vilja taka á móti vinum og fjölskyldu orðin samkeppni sameiginlegt rými. Þá aðstæður fyrir starfsfólk ekki alltaf upp á það besta, sérstaklega ef að þjónustuþarfir einstaklingarna breytast. Fyrir liggur að finna þarf hentugri lausn fyrir þá einstaklinga sem nú búa í herbergjasambýlum og í vinnslu forgangsröðun á næstu skrefum í húsnæðismálum deildarinnar. Í stað sambýla hafa verið settir upp þjónustukjarnar þar sem fólk býr í litlum íbúðum sem undir sama þaki eða stutt á milli þeirra en hefur kjarna til að leita eftir þjónustu. Undanfarin ár hafa nokkrir einstaklingar sem þurfa umtalsverða þjónustu flust nálægt þjónustukjarna annarkvort í eigin húsnæði á húsnæði á vegum bæjarins. Á þann hátt hægt að veita ráðgjöf, þjónustu og stuðning og öryggi sem felst í því að vera mikilli nálægð við sólarhrings þjónustu, án þess þó að flytjast inn í þjónustukjarna. Á búsetudeild unnið samkvæmt hugmyndafræði valdeflingar og þjónandi leiðsagnar, en þá lögð áhersla á að leita eftir vilja einstaklingsins og láta valdið í hans hendur. Stuðningur framkvæmdur og forsendur þess sem hann fær en ekki þess sem veitir og hafa stjórnendur og starfsfólk verið duglegt að afla sér þekkingar og endurmenntun á þessu sviði. Á búsetudeild hefur nokkur ára skeið verið rekið svokallað gránufélagsteymi sem hluti af almenni félagslegri heimaþjónustu og fyrir einstaklinga með geðfötlun og viðvarandi vímuefnavanda. Unnið eftir hugmyndafræði skaðaminnkandi nálgunar en hún felst í því að draga úr heilsufars, félags- og efnahagslegum afleiðingum neyslunar. Íbúarnir þurfa mjög mismunandi þjónustu en reynt að mæta hverjum einum þar sem hann staddur. Á síðasta ári fengu 30 einstaklinga þjónustu frá þessu teymi og hefur fjöldinn verið að aukast ár frá ári. Allir þessi 30 þjónustu notendur eru karlar. Sá hópur sem á við vímuefnavandamál að stríða fer stækkandi og ungum neytendum með fjölþættan vanda svo sem þroskaskerðingar og eða geðsjúkdóma fer fjölgandi. Nú svo komið að vaxandi þörf fyrir sérstakt þjónustuúrræði fyrir 6 til 8 langveika geðfatlaða einstaklinga sem flestur jafnframt í neyslu.
Þau þurfa litla þjónustueiningu til þess að mæta sértækri þjónustuþörf á viðeigandi hátt. Ekkert slíkt úrræði er til fyrir utan höfuðborgarsvæðið og þegar svona veika einstaklingar að ræða þá þarf samvinnu við heilsugæsluna og geðdeild sjúkrahússins. Því þjónustan sem þessir einstaklingar þurfa getur ekki bara verið á hendi sveitarfélagsins þar sem hér að ræða stórt heilbrigðisvandamál. Starfsfólk búsetudeildar og geðdeildar sjúkrahússins á Akureyri þurfa að auka samstarf og þegar eru aðilar farnir að tala saman lausnir vegna ákveðna einstaklingar sem að eiga fjölþættan vanda að glíma. Í árslok voru starfsmenn búsetudeildar 322 í 176 stöðugildum. Af þessum 322 stöðugildum voru 50 tímavinnu í félagslegu liðveislu. Karlar voru í 60 stöðugildum og konur í 116. Karlar eru því í 34% stöðugilda og konur í 66. Hlutfall karla sem starfa hjá búsetudeild hefur hækkað 5% á milli ára. Undanfarið hefur orðið mikil aukning á framboði á félagslegu húsnæði og biðlistinn orðinn allt of langur. Sérstaklega biðlisti eftir litlum íbúðum fyrir einstaklinga en einnig fyrir barnafjölskyldur. Velferðarráð hefur lagt áherslu á að auka húsnæði fyrir barnafjölskyldur. Aukning á biðlistar skapast einnig af ástandinu almennt á leigu- og húsnæðismarkaði. Leiguverð hefur hækkað og fólk að sækja í meira mæli í félagslegt húsnæði. Þótt húsaleigubætur létti róðurinn hjá mörgum þá getur óöryggið á almennu leigumarkaði haft mikil áhrif þar sem fólk sagt upp leigu með stuttum fyrirvara og annað húsnæði kannski ekki til staðar fyrir sama verð og viðkomandi hefur getu til að standa undir. Þessu þróun hefur verið hröð og tengist meðal annars aukinni húsnæðisþörf fyrir ferðaþjónustu. Fólk því ekki síður að leita í öruggt húsnæði eins og sanngjarna leigu. Bærinn þarf tíma til að bregðast við þessu umhverfi því ekki hægt að kaupa margar íbúðir á ári og á meðan eru fleiri á biðlistanum. Aukin krafa að fá að vera í forgang félagslegt húsnæði og því getur tekið allt of langa tíma fyrir einstaklinga án barna að komast að. Það eitt af því sem velferðarráð þarf að fara betur yfir þegar það að endurskoða forgangsröðun og hvernig fólk færist upp listan. Þess má geta að Akureyrarbær á 285 íbúðir í félagslega kerfinu og leigir aðrar 45 áfram til skjólstæðinga sinna. Það eru því 330 íbúðir sem bærinn hefur til útleigu. Engu síður á biðlista 145 og mesta aðsóknin að 2 herbergja íbúðir og þar líka biðtími lengstur. Áhersla okkar hefur verið á stærri íbúðir þar sem börn eiga í hlut og þar biðtími styttri. Þá hefur verið aukning í óskum stærri íbúðir hjá forsjárlausum foreldrum sem eiga erfitt með að taka á móti börnum sínum aðra hverja helgi eða í fríum þegar þeir hafa bara 2 herbergja íbúð til umráða. Eða get ekki sótt stærri íbúð þar sem þetta eru einstaklingar sem hafa ekki forræði yfir börnum sínum. Húsnæðisráðherra hefur boðað 1,5 milljarð í fjárveitingu til að byggja hagkvæmt og ódýrt húsnæði innan félagslega kerfisins og við bíðum eftir nánari útfærslu á ráðstöfun þeirra fjármuna sem vonandi verða líka nýttir út fyrir höfuðborgarsvæðið. Hlutverk öldrunarheimilina á Akureyri að veita heildstæða þjónustu, allt frá félagsstarfi, dagþjónustu og almenni umönnun til sérhæfðar hjúkrunar og læknisþjónustu. Læknisþjónusta veitt samkvæmt samningi við sjúkrahúsið á Akureyri. Stuðningur og samstarfi íbúa og fjölskyldu þeirra órjúfanlegur þáttur í þjónustu en einnig á öldrunarheimilinu boðið upp á hvíldarinnlagnir, endurhæfingu og ýmsa aðra stoðþjónustu. Öldrunarheimilinu á Akureyri starfa samkvæmt EDEN hugmyndafræðinni og hafa fengið alþjóðlega viðurkenningu sem fullgild EDEN heimili. Með EDEN hugmyndafræðinni unnið gegn vanmáttarkennd og leiðar sem samkvæmt rannsóknum eru aðal ástæðu vanlíðan hjá öldruðum og heimilin og umhverfi íbúðar gerð eins persónuleg og heimilisleg og hægt Velferðarráð styður við þá hugmyndafræði sem öldrunarheimilin vinna eftir og ánægjulegt að vita til þess að aðrar stofnanir og öldrunarheimili horfa til ÖA og hugmyndafræðinar sem hér unnið eftir. Öldrunarheimilin reka 5 heimili á 2 stöðum í bænum á Hlíð og í Lögmannshlíð. Þar alls búa 185 íbúar af þessum 5 heimilum. Þar hafa verið 169 hjúkrunarrými, 16 í dvalarheimilisrými en 17 af
hjúkrunarrýmunum er nýttar fyrir hvíldar- eða skammtímarými. Dagþjónusta er rekin á 2 stöðum í Hlíð og Víðilundi en alls eru 34 dagþjónusturými á vegum Akureyrarbæjar á þessum 2 stöðum. Á síðustu mánuðum hafa stjórnendur og starfsfólk ÖA unnið breytingum með tengjast þjónustu við íbúana og þá sérstaklega þjónustu sem snýr að þátttöku og hvatningu til að taka þátt í félagsstarfi og ýmiss konar virkni. Hefur það verið gert með áherslubreytingum í dagskrá og tilboðum iðju og félagsstarfsemi inn á hverju heimili samhliða skipulagsbreytingum og endurskipan í mönnun í iðju og félagsstarfi. Nú í sumar og í reyndar allt síðasta ár hefur unnið að því að samþætta og sameina dagþjónustu og veru öldrunarheimilina sem hefur verið í Víðilundi og Hlíð. Því ferli lauk síðan með nýlegri ákvörðun velferðarráðs að öll starfsemi dagþjónustu verði nú staðsett í Hlíð. Þannig verður hægt að veita einstaklingum sem þurfa dagþjónustu meiri þjónustu en áður og fagaðilar eins og iðjuþjálfar og sjúkraþjálfar geta veitt betri þjónustu. Aðstaða fyrir starfsfólk er jafnframt mun betri á Hlíð miðað við það sem er í Víðilundi. Þessi tilfærsla mun fara fram á næstu mánuðum en til að koma í veg fyrir alla misskilning þá mun það góða félags- og tómstundastarf sem hefur verið í Víðilundi á vegum samfélags- og mannréttindaráðs það mun halda áfram. Í umræðum áðan kom fram hallarekstur öldrunarheimilina og hallinn, hann er í kringum 10% sem er í takt við endurteknar athuganir sem Ríkisendurskoðun hefur gert á viðvarandi hallarekstri dvalar- og hjúkrunarheimila á landinu. Og þessi halli liggur í því að daggjöldin hafa ekki og eru ekki að standa undir rekstrarkostnaði heimilina. Má í þessu sambandi geta þess að samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu hafa verið og eru í viðræðum við sjúkratryggingarnar gerð þjónustusamninga en þar er leitast við að setja skýrar línur innihald og kostnað þjónustu á hjúkrunar- og dvalarheimilum. Samband sveitarfélaga fylgist með þessum viðræðum og hafa þær gengið vel fram til þess að þó svo ólíklegt sé að þeim ljúka árinu eins og áætlað var. Að hálfu öldrunarheimilina hefur markvisst verið unnið að því að gæta aðhalds í rekstri, leita leiða og innleiða aðgerðir í rekstrinu svo sem á sviði fræðslu og starfsmannamála og með skilvirkari stjórnun og nýtingu mannafla og aðfanga. Launahækkanir til starfsmanna sem hafa komið á árinu bæði vegna þessa árs og endurreiknings síðasta árs vegur þungt í rekstrarhalla öldrunarheimilina og ekki fyrirsjáanlegt að sá kostnaðarauki muni skila sér í hækkun á daggjöldum til heimilanna. Engu að síður ber að fagna þeim launahækkunum sem starfsfólk hefur fengið á síðustu mánuðum og á það og gerir öldrunarheimilunum vonandi auðveldara með að fá fólk til starfa. Það má meðal annars nefna mikinn áhuga og umsóknir sem bárust þegar laus störf við öldrunarheimilin voru auglýst ekki svo fyrir löngu. 100 umsóknir bárust þau 15 störf sem þá voru auglýst. Þá hafa öldrunarheimilin unnið að því að fá fleiri karlmenn til starfa við aðhlynningu en því miður endurspeglast kynjaviðhorfin til starfa í kynjahlutföllum í starfsmannahópnum. Alltaf fóu karlmenn í þeim hópi sem vinna á öldrunarheimilunum. Á árinu 2014 störfuðu 450 einstaklingar í 210 ársverkum, 412 konur sem 92% á móti 8% karla. Síðustu 2-3 árin hafa stjórnendur og starfsfólk á búsetudeild öldrunarheimilunum og á fjölskyldudeild kynnt sér hvernig hægt að nýta sér velferðartækni í störfum sínum og finna leiðir til þess að auðvelda skjólstæðingum sínum að nýta sér tæknina í daglegu lífi. Með velferðartækni er lögð áhersla á markvissa þróun, upplýsingatækni í heilbrigðisþjónustu og samnýtingu upplýsinga til að auka gæði, öryggi, hagkvæmni og skilvirkni í rekstri og þjónustu. Tölvutæknin er notuð til þess að auka lífsgæði til dæmis þeirra sem eiga erfitt með að tjá sig með tali eða táknmáli. Þannig hafa einstaklingar í þjónustu á Akureyrarbæ fengið tækifæri til þess að vera virkari í daglegu lífi og geta betur tjá sig þá þjónustu sem þau vilja. Með aukinni þekkingu starfsfólk og þori til að nýta nýja tækni er hægt að gera lífið auðveldara fyrir til dæmis fatlað fólk, aldraða, sem búa einir heima, þeir sem eiga við langvinna sjúkdóma að stríða eða búa við félagslega einangrun. Tæknin getur líka aukið hagræðingu og spara fjármagn ásamt því að fleiri geta nýtt sér til dæmis fagþekkingu. Þróunin í velferðartækni hefur verið en við hér á Íslandi erum mjög feimin eða lítið tilbúin að nýta okkur velferðartæknina miðað við til dæmis önnur Norðurlönd.
þar sem velferðartæknin komin miklu lengra á veg miðað við okkur. Velferðarráð hefur stutt við og verið jákvætt gagnvart þeim verkefnum sem hafa verið prófuð hér á Akureyri, stór sem smá, allt frá því að vera vöktun fyrir einstaklingi þjónustu upp í tölvukerfi sem reiknar út matseðla með næringarinnihaldið og býr til innkaupalista. Þá hefur við í velferðarráði fengið örkynningar á verkefni deildarinnar nánast á hverjum einasta fundi á þessu kjörtímabili. Á þessu ári hefur velferðarráð fjármagn til að fara í vinnu við nýja velferðarstefnu fyrir ráðið. Sú vinna hefur dregist aðeins en nú búið að auglýsa eftir verkefnastjóra sem hefur með þetta flókna verkefni að gera ásamt stjórnendum og starfsfólki sem falli undir ráðið og ráðinu sjálfu. Velferð íbúa nær yfir vítt svið og hlutverk velferðarráðs mörg oft tíðum flókin. Þá fer mikill hluti af rekstri bæjarins í velferðarmál og því þarf að vanda til verka og tryggja góða þjónustu leið og fjármagni vel varið. Á þessu rúmlega eina ári sem við í velferðarráði höfum starfað höfum við séð hver mikið stjórnendur og starfsfólk leggur á sig til að gera góða þjónustu enn betri ásamt því að huga vel að leiðum til sparnaðar og samlegðar. Við teljum að það sé hægt að gera enn betur og það sérstaklega varða samlegð og nýtingu á fagfólki þvert á svið. Ekki bara innan deildar ráðsins heldur jafnframt á milli annarra sviða þá aðallega skóladeildar og samfélags- og mannréttindaráðs. Það mun því verða unnið þvert á svið við gerð velferðarstefnu fyrir Akureyri. Helstu áherslumál í nýrri stefnu verða að tryggja áfram góða þjónustu sem veitt samkvæmt lögum og lýtur meðal annars að almennu þjónustu við börn, aldraða, öryrkja og langveika, til dæmis heimaþjónustu, stuðning og ráðgjöf. Það þarf að endurskoða verkefni og útfærslu þeirra, sjá hvort einhvers staðar má breyta verklagi án þess að þjónusta skerðist og það þarf að skoða hvort þjónustan sem veitt að gagnast þjónustu þegum sem best. Í fjárhagsramma næsta árs þröngt í rekstri málaflokksins ekki síður vegna þess hve vitlaust gefið til öldrunarheimilina. En eins launakostnaður ekki að halda í við það tekjur sem málaflokkurinn hefur. Aukning á þjónustu þörf getur komið óvænt og fjölþætt vandamál skjólstæðinga verið dýr. Þörfin fyrir þjónustu fer ekki þótt fjárhagsrammin sé þröngur og velferð kostar. Það okkar bæjarfulltrúa að forgangsraða verkefnum en ekki síður að vera ákveðin gagnvart ríkisvaldinu þannig að þeirri þjónustu sem ríkið á að veita í sveitarfélaginu sé sinnt. Við verðum að vinna áfram að því að fá sjúkrahúsið á Akureyri og Heilbrigðisstofnun Norðurlands með okkur til að vinna að eflingu heilbrigðis á svæðinu og vinna með þau heilbrigðisvandamál sem þarf að vinna saman að. Það að koma skriður á þau mál og til dæmis búið að stofna vinnuhóp sem fjalla þjónustu til veikra einstaklinga, oftast aldraða sem útskrifaðir verið heim á sjúkrahúsi og þurfa þjónustu og hjúkrun heim. Í þessum málaflokkum sem ég hef fjallað finnst mér að við á Akureyri höfum hálfgert höfuðborgarhlutverk fyrir velferðarþjónustu í nærliggjandi sveitarfélögum, sérstaklega í málefnum fatlaðs fólks og málefnum fíkla og heimilislausra. Fólk í nágrannasveitarfélögum flytur til Akureyrar til að vera nær þjónustunni og fagþekkingunni, en við sjáum líka að fólk í neyslu sem áður flutti úr bænum og þá oft í höfuðborgina ekki lengur að fara. Það á staðnum og það kallar á breytta þjónustu og úrræðin ekki alltaf til eins og til dæmis gagnvart heimilislausum og fíklum. Ég hef nú farið yfir nokkra þætti í starfsemi þeirra sviða sem falla undir velferðarráð, umfjöllunin engan veginn tæmandi og margt sem ég hef ekki nefnt. Ég vænti þess að bæjarfulltrúar spyrji hér á eftir ásamt því að koma með frekari hugmyndir inn í málaflokkinn. Ég vil að lokum þakka stjórnendum og starfsfólki fyrir sín góðu störf í þá íbúum á Akureyri. Við getum heilt yfir verið stolt af þeirri þjónustu sem við veitum á Akureyri, þótt sjálfsagt einhverjum finnist við geta gert betur. Við vinnum með flókin og persónleg mál og ég veit að starfsfólk hefur ávallt hagsmuni og velferð íbúanna að leiðarljósi í vinnu sinni. Þá vil ég þakka öllum fulltrúum í ráðinu fyrir velunum störf og saman vinnum við að nýrri velferðarstefnu fyrir Akureyri. Ráðið hefur ávallt unnið mjög vel saman og við höldum því áfram. Takk fyrir. Sigríður Huld Jónsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Silja Dögg Baldursdóttir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Sigríði fyrir greinargóða stefnuræðu. Eitt af því sem kom fram í ræðu bæjarfulltrúa Sigríðar Huld var aukin þörf fyrir sálfræðiþjónustu í leik- og grunnskólum vegna aukin vanlíða barna, sem vandi sem fer stækkandi og mikið áhyggjuefni og mjög alvarlegur.
Ég fagna því að sjálfsögðu að setja peningi aukna sálfræði aðstoð til að bregðast við vanlíðan sem nú þegar til staðar og hef ég talað fyrir því. Hins vegar hef ég mikinn áhuga á því að skoða af hverju þessi aukin vanlíðan hjá börnum. Hvað veldur þessum breytingum? Við ættum að skoða rót vandans og uppræta hann í stað þess að sinna alltaf því hlutverki að bregðast við. Gríðarlega mikla breytingar hafa verið í samfélaginu á síðustu árum. Krafan til einstaklinga, foreldra, orðin svo mikil að á endanum hlýtur eitthvað að gefa sig. Nútíma foreldrar eiga að hreyfa sig eða stunda einhverja líkamsrækt, helst að hlaupa maraþon einu sinni í viku, sinna félagslífi, svara vinnupóstum á kvöldin, heimila á að vera tipp-topp og foreldrar vinna báðir oftast í 100% stöðu. Sumir velja það, aðrir eru tilneyti vegna fjárhagsstöðu heimila og svo má ekki gleyma börnunum, æfingunum, heimalestur og svona getur lengi haldið áfram. Þetta getur einst einhverjum of mikið og þetta snjóbolti sem rúlar. Og eftir stendur takmarkaðar eða engar gæðastundir með fjölskyldinu. En svo virðist sem með þessari þróun séu það leikskólar eða skólar sem ala upp börnin. Það sem ég að reyna að segja að þegar upp staðið þá gengur dæmið ekki upp og ég endurtek eitthvað hlýtur að gefa sig og ég hrædd að þessu sinni sé það líða barnan okkar. Eitt skal þó vera alveg á hreinu að með þessu ég alls ekki að segja að við eigum að fara tilbaka í það sem var, alls ekki, það eiga allir hafa sömu tækifæri. Það sem ég að reyna að segja að með þessum breytingum og auknum kröfum á báða foreldra þurfum við að endurhugsa dæmið. Getur verið að við sem samfélag séum orðin of vinnumiðuð að það farið að bitna á fjölskyldunni. Atvinnulífið ekki að koma nógu móts við fjölskyldur? Bæjarfélagið ekki að koma nógu móts við fjölskyldur? Eða þurfum við sem foreldrar að líta okkur nær og líta upp frá símónum og taka okkar hlutverk mun alvarlegra? Eða þurfum við sem bæjarfélag að auka fræðslu til foreldra uppeldis eða ábyrgðarhlutverk? Ég ekki komin eina lausn eða ritrýnda orsök, en eitthvað ekki að tala saman. Einblínum á orsökina frekar en að bregðast við þegar vandinn kominn og hún alvarlegur. Ég get talað svipuðu máli varðandi aukna fjárhagsaðstoð hjá unga fólki. Þar myndi ég til dæmis vilja sjá meira peninga varða í forvarnir heldur en að bregðast við vanda. Ég hef talað fyrir því sem formaður samfélags- og mannréttindaráðs. Starfsfólkið í Rósenborg að gera gríðarlega uppbyggilega og flotta hluti með ungu fólki sem þarf aðstoð að koma undir sér fótum í til dæmis atvinnulífi og félagslífi. Vandamálið þar að það vantar inn meiri fjármuni til að geta sinnt fleirum. Ég tel að með því að eyða meiri fjármunum í forvarnir sparist annars staðar í kerfinu. Ég og bæjarfulltrúi Sigríður höfum rætt það að koma af stað frekari samstarf á milli þessa deilda. Það spennandi verkefni og mikil áskorun. Það margt fleira sem ég gæti komið inn á en ég ætla að staldra við hér og að lokum að tala sigur. Samstarf á milli lögreglunar og Akureyrarkaupstaðar. Þetta gríðarlega mikilvægt samstarf sem hefur hjálpað mörgum í slæmum aðstæðum. Annars þakka ég bæjarfulltrúi Sigríði aftur fyrir góða yfirferð enda hún rétta manneskja í hlutverkið sem formaður velferðarráðs, rétt sín og klár og bara hörkukvendi. Takk fyrir. Silja Dögg Baldursdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því eins og bæjarfulltrúi Silja þakka Sigríði Huld fyrir þessa fínu stöðu skýrslu. Og af hverju segi ég stöðu skýrslu? Af því að þetta mjög góð samantekt á því hvar við stöndum í dag. En ég sakna þess verulega að sjá eitthvað stefnu meirihlutans eða stefnu velferðarráðs í þeim málaflokki sem að velferðarráð að fjalla Þetta mjög mikilvægur málaflokkur sem að Akureyrarbær hefur staðið sig vel í lengi. Og ég teki saman svona ganni þegar við erum að bera saman rekstrar
hlutföll sveitarfélaga í ákveðna málaflokka, svona til að hafa samanburð, að það alveg rétt sem að kemur fram í ræðu formanns velferðarráðs, Sigríðar Huldar, að það svona ákveðið höfuðborgar einkenni á þeirri þjónustu sem við erum að veita, því að það hlutfall skatttekna sem fer í félagsþjónustuna hér álíka eins og hjá Reykjavíkurborg, miklu líkara því heldur en hjá öðrum sveitarfélögum. Þannig að það ljóst að við erum að veita hlutfallslega mjög mikla þjónustu hérna á Akureyri. Það skiptir líka máli hvernig við gerum þetta, og við sjálfstæðismenn ásamt samstarfsflokkum í gegnum árin höfum kannski átt stærsta þátt í að byggja þessa þjónustu upp á sínu tíma, og þar á meðal má kannski segja það að heilsugæslan hafi verið hér að einhverju leyti vegna þess, en ástæðan kannski fyrir því að heilsugæslan ekki lengur á vegum Akureyrarbæjar liggur að hluta til í svari bæjarstjóra við ákveðnum spurningum hérna rétt á. Það er nefnilega þannig að ef að á að flytja verkefni yfir til sveitarfélagana, þá kannski verður að gera það með þeim hætti að það komi markaður tekjustofn á móti. Við vorum tilrauna sveitarfélag með heilsugæsluna á sínu tíma, og það var gerður samningur við Sjúkratryggingastofnun fjárframlögin, ef ég skil þetta rétt. Og síðast var slíkur samningur endurnýjaður að ég held 2012. Og þá getum við spurt okkur að því að hverju var ekki staðið betur að þeirri endurnýjun þegar það var gert, frekar en það að velta hina fyrir okkur, sem af hverju ríki sett ekki meiri pening í heilsugæsluna þegar við vildum bara fá meiri peninga. Og málið er einfaldlega þannig, og við stiltum við þannig upp sjálfstæðismenn í kosningabarnum síðast, það skipti svo sem ekki máli hvort að heilsugæsla væri hjá Akureyrarbæ, þó það væri æskilegt, eða hjá ríkinu, ef að fjármuni til þjónustunar væru nægir og yrðu auknir, því að það lá þá klárt fyrir að það þyrfti að auka fjármuni til þessara þjónustu. Það er sem betur fyrir að gera svona. En það er ekki sem segir það að við getum ekki átt í ágætu samstarfi við heilsugæsluna þó hún sé á höndum ríkisins, og ég veit ekki betur en að stjórnendur hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands séu tilbúnir til samstarfs við Akureyrarbæ að fullu, og ég velti fyrir mig hvort að stjórnendur á sviði á félagssviði Akureyrarbæjar eða formaður velferðarráðs hafi leitað eftir slíku samstarfi með formlegum hætti og kallað eftir því þá auknu samráði. Málið er nefnilega það að samkvæmt minni reynslu á stjórnkerfinu þá var heilsugæslan alltaf dálítið sér á parti. Jú, við áttum í ágætu samstarfi, við höfðum ákveðna samlegða rekstri á vissum sviðum, en kannski aldrei nægjanlega mikið, kannski vegna þess að við vorum ekki orðin ein heild, menningarlega séð. Og það er kannski eitthvað sem við þurfum líka að velta fyrir okkur. Þannig að ég held að þessi breyting þurfi ekki að vera til vansa. Það sé meira spurningum hvernig við vinnum úr þessu. En það er að mörgu leyti staðið vel að þessari þjónustu eins og ég kom inn á áðan. Ég ætla samt að nefna hérna nokkur atriði. Málið er nefnilega það að við höfum dálítið sér á parti að því leytinu til á Akureyri miðað við önnur sveitarfélög að við erum með sérfræði þjónustu við leik- og grunnskólabörn að hluta til samhliða barnavernd og annarri félagsþjónustu hjá fjölskyldudeild. Við sem skipti þessu upp. Þetta var ákveðið að gera 1999 og samkvæmt ákveðinni úttekt sem var gerð á þeim tíma og voru ekkert allir sammála og þetta er kannski eitt af þeim atriðum sem ég vildi fara nokkrum orðum af því að bæjarfulltrúi Silja Dögg kom hérna á aukna þörf fyrir sálfræði þjónustu og þarfandi götum, og þetta er akkurat sú þjónusta sem veitt þarna. Að hluta þessari þjónustu á að veiti hjá sveitarfélögunum, en hluta á líka að vísa yfir á
heilbrigðisþjónustuna eða heilsugæsluna, því þar á í raun og veru að vera líka slík þjónusta sem að snýr að börnum og unglingum. En ég held að sé nefnilega nokkuð til í því sem Björk Vilhelmsdóttir, marg reyndur stjórnmálamaður í Reykjavík með gríðarlega reynslu af félagsþjónustunni þar og félagsráðgjafi þar að viðkjæðmynd, segir í viðtali í Fréttablaðinu hérna í síðustu viku. Það er svona ákveðin veikleikavæðing í kerfinu hjá okkur og það er lengi verið talað um sjúkdómsvæðingu í svona greiningaferlinu hjá okkur. Við erum nefnilega alveg ofboðslega duglega við að greina vanda, en við erum alls ekki góð í því að leysa úr vandan. Og það er kannski það sem við þurfum líka að fara að einbeita okkur að. Ég get tekið undir flesta því sem að bæjarfulltrúi Silja Dögg nefndi hérna áðan sem svona hugsanlega skýringar. Það má líka veltaði fyrir sér hvort að sú pressa sem á fjölskyldur að báðir foreldrar vinni úti sé ekki akkurat ákveðin hluti þessa vanda vegna þess að við höfum byggt upp þjónustu sem byggir á því að taka við börnunum mjög ungum í þjónustu, til dæmis til dagforeldra. Hjá einstæðum foreldrum þetta 6 mánaða og hjá foreldrar sem eru í sambúð eða gift frá 9 mánaða aldri. Sumir fara með börnin fyrr og njóta ekki niðurgreiðslu dagforeldra. Niðurgreiðslu frá bænum fyrirgefið vegna dagforeldra. Og það má líka veltaði fyrir sig hvort að þarna geti verið það að ræða tengslamyndun sem er gríðarlega mikilvæg fyrir almenna þroska barna sem einhverju leyti raskað ef að þetta er staðreyndin að við erum að færa börnin í raun og veru frá foreldrunum megin hluta dagsins allt of ung. Þetta er eitthvað sem við þurfum að velta fyrir okkur. Þetta tengist kannski að hluta til þessari umræðum það að taka leikskólan og hafa hann frá 1 árs aldri en vera þá með fæðingarorlofi til 1 árs að lágmarki. Kannski þurfum við bara að ganga lengra og lengja fæðingarorlofið lengur, hafa það lengra, skapa foreldrum og börnum tækifæri til þess að byggja upp virkilega gott umhverfi fyrir börnin á viðkvæmast á þroskaskeiðir. En staðreyndin er líka svo að það dugar kannski ekki til að veita þetta tækifæri, það þarf leiðsögn. Það þarf nefnilega leiðsögn. Það við veltið fyrir ykkur að það er hvergi í skólakerfinu tekið á því hvað það er að verða foreldri. Það er bara foreldrana að kenna börnunum sínum að verða foreldri. Það er hvergi skipulagt að neinu marki. Við höfum ákveðin dæmi það að það hafa verið hérna á vegum ákveðina fyrirtækja boðið upp á dúkkur sem að börn og unglingar taka með sér heim og sinna í ákveðin tíma og það er svona hluti af þessu. En þetta er hvergi svona stór og sterkur hluti af þessu menntakerfi sem við erum með. Fólk fer unnvörpum á hlýðninámskeið með hunda. Ég er ekki að gera lítið og foreldrar með að segja þetta, en ég er bara því miður að þá hefur maður horft upp á þetta. Og það er kannski eitthvað til í því að við þurfum þá með einhverjum hætti að byggja þjónustuna upp í meira mæli á þann veg að við hjálpum fólki og styðjum fólki í því að takast á við sín mál sjálf. Og það er kannski hinn handleggurinn á því sem að Björk kom inn á í þessu viðtali sem var á margan stórmerkilegt. Og það er þetta með skilyrðingarnar. Það er ekki allir sammála um það að það er að beita nokkrum skilyrðum. Hér stendur í stefnuræðinni eða þessu yfirliti hér sem er mjög gott yfirlit að það sé verið að beita virkniúrræðum. En það er engin skilyrðing í sjálfu sér fólkin í þessu, það er meira að vera að gera þetta með leiðbeinandi hætti og það er gott mál, svo langt sem það nær. En það er hins vegar staðreynd, og ég ætla að vitna hérna í
skýrslu sem að Samband íslenskra sveitarfélaga gaf út 2014 sem heitir Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga leið til virkrar samfélagsþátttöku. Það er bara svona almenn niðurstaða, ég ætla ekki að lesa mikið úr sem ég leyfi forseta, að samdóma niðurstaða þeirra heimilda sem skoðaða voru að skilyrðingar hafa ótvíræð áhrif við að hvetja þá einstaklingar sem þiggja fjárhagsaðstoð og á annað borð geta unnið til að leita sér að launa vinnu. Og þarna er verið að vitna í fjölmargar rannsóknir, það er verið að segja hérna frá því að skilyrðingum er beitt og eru hluti að lagastoð í félagsþjónustu víða á Norðurlöndunum og víðar í Vesturheimi. Og þetta er náttúrulega eitthvað sem að ég sakna þess að sjá ekki meiri svona umræðu í þessari ræðu hérna. Það er hvert ætlum við að stefna í þessu? Hvert viljum við stefna? Nú er þetta ekki ný lagaramma íslenskra stjórnvalda, en það er samt eitt sveitarfélag að beita þess. Og það er gaman að vita hvernig þeir hafa unnið úr þessu og hvort þetta er raunverulega að skila árangri. Ég ætla ekki að dæmi það. En það nefnilega skiptir gríðarlegu máli allir þessari félagsþjónustu að við komum á virkni einstaklinga sem að detta út af ýmsum ástæðum. Og það er því miður þannig að því að við höfum ekki aðgangað upplýsingum, persónugreinanlegum upplýsingum, að við erum að týna úlingum á milli grunnskólastigsins og framhaldsskólastigsins. Starfsmenn félagsþjónustu og barnaverndar hafa verið að finna einstaklinga inn á heimilum þar sem að enginn hafi gert sér grein fyrir því að þessir einstaklingar eru bara horfnir inn í tölvuheiminn, inn í allt annan heim heldur en hinn raunverulega heimur er. Og eru bara upp á foreldra sína komnir og þetta eru einstaklingar sem verða oft skjólstæðingar félagskerfisins síðar meir. Þarna til dæmis gætum við brugðist við miklu fyrr ef við hefðum úrræði til þess. Við gætum líka brugðist oft miklu fyrr við í barnaverndarmálum hefðum við úrræði til þess. Ég veit ekki hversu oft ég búin að sitja fund eftir fund eftir fund eftir fund eftir fund, ég get haldið svona lengi áfram, einstaka mál þar sem að kerfið virðist ekki hafa nokkra möguleika til að grípa inn í vegna þess að foreldrarnir eru ekki til samvinnu úrræði. Það er líka hluti af þessu vanda að við náum einhvern veginn ekki að vinna okkur inn í þessi erfiðustu mál sem síðar koma inn með gríðarlegum þunga inn í félagsþjónustu. Því miður. Þannig að úrræðaleysi í barnaverndinni er oft allt of mikið fyrir utan álagi sem þar. En skiptir þetta það einhverju máli? Já, það skiptir máli að úrræðin séu til staðar því að það kemur hérna fram til dæmis í skýrslu sem heitir Farsæld, barátta gegn fátækt á Íslandi sem samstarfshópur með Betra samfélag gaf út, Hjálparstarf kirkjunnar og Rauði krossinn. Það er til dæmis ábending það er þegar að einstaklingar eru ekki virkir og ég ætla að fá að vitna í þetta með leyfi forseta. Afleiðing og birtingaform. Þegar einstaklingur hefur verið atvinnulaus eða óvirkur í samfélaginu lengri tíma eykst hættan á viðkomandi enda og örorku vegna versnandi líðanar og sífellt minni virkni. Svo virðist sem hluti unga fólksins gerir sér ekki grein fyrir þeim afleiðingu sem langtíma vanvirkni hefur á líf þeirra. Í skýrslunni Ungt fólk án atvinnu þar sem tekin voru viðtöl við rýnihópa kom meðal annars í ljós að persónlegt ástand þeirra sem þar tölu fór versnandi eftir því sem atvinnuleysi varði lengur og skýr merki voru depurð sem eðlilegt þegar fólk býr í lengri tíma við óvirkni. Þess vegna skiptir svo gríðarlegu máli að koma einstaklingum í virkni. Og ég man eftir því að við vorum oft í heilmiklum umræðum í almannaheillanemndinni þegar hún var á sínum tíma til staðar og þar vorum við til þess að ræða hvernig er þetta að mæta ungu fólki og koma þau til virkni. Eitt af því sem var nefnt var að ungt fólk á atvinnuleysisbótum gæti sótt atvinnu. Var það hægt? Nei. Ef við erum að leyfa ungu fólki að fara á atvinnuleysisbótum
í háskóla eða framhaldsskólanám að þá það mismunað einstaklingum. Af því að hinir hafa farið þá á kostnað foreldra sinna eða sjálfsín eða á námslán. Þannig að við rekumst alltaf einhvers konar veggi. En hvernig ósköpunum ætlum við að komast í gegnum þetta? Það stóra spurning. Og það stærsta spurningi sem við stöndum frammi fyrir hérna í dag. Það í raun, hvernig ósköpunum ætlum við að fara að því að byggja upp hérna kerfi sem svona sjálfshjálpar kerfi. Þar sem að áherslan lögð dálítið á það að styðja einstaklinga og fjölskyldur í að hjálpa sér sjálft. Þá komum við til dæmis að þessum húsnæðismálum. Voru nú fréttir hérna í gær meðal annars þau mál og stöðunni í þeim. Jú, þetta mjög alvarleg staða. Við tölum það að kaupa íbúðir. Það voru einhverja 75 milljónir á fjárhagsáætlun ef maður rétt í það að kaupa íbúðir. Við fáum ekkert mjög margar íbúðir fyrir það. Við þurfum eitthvað fleiri íbúðir. En erum við að velta því líka upp hvort að það sé ástæða til þess að hafa tíma styttri sem að fólk raun og veru í þessar stöð að vera í íbúðum. Þar að segja, einstaklingar inn í kerfinu sem að gætu bjarga sér fyrir utan kerfi með kannski aðeins öðruvísi stuðningi. Gætu við til dæmis leigt íbúðir, bara boðið hérna í íbúðir og leigtar til lengri tíma til þess að komast í gegnum þennan öryggisstuðul sem að bæjarfulltrúi Sigríður Huld kom inn á áðan, að hafa fólk kallar eftir meira öryggi, getum við gert lengri tíma samninga, tryggt þannig meira öryggi og byggt þá kerfið þannig upp að það verði sjálfbærara heldur en núna gagnvart þeim sem kannski ekki bráðri neyð. Þetta eitthvað sem ég held að við hljótum að þurfa að skoða. Við getum notað þessi 75 milljónir sem þessi tilviki bara til eins árs, en við getum þá allavega nýtt þar ef við verðum að horfa til lengri tíma til þess að taka fleiri íbúðir inn í kerfið og reyna að leysa þetta mál. Ég held að við bíðum ekki til ríkinu hvað þetta varðar. Við hljótum líka að þurfa að móta okkur ákveðna sýn og stefni í þessum málum eins og öllum öðrum. Og það kemur hér fram í rannsóknum, þetta rannsókn að Akureyrarbær að gera marganátt ofboðslega vel í þessum málum, en við getum gert miklu betur ef við leggjum okkur fram það. Tækifærin hérna, þau svoleiðis myljandi hérna fyrir framan okkur að hálfa væri nóg, en við þurfum bara að huga að þeim. Og það sem að mér finnst skipta máli í þessar umræðu, svo við farum að ljúka þessu, það tvennt. Það fyrsta lagi, það til gögnum það í drögum að 10 ára áætlun það hvert við erum að horfa á þessu þjónustu stefnu á næstu 10 árum. Miðað við þau gögn, þá stefnum við miklu meiri þjónustu heldur en við erum með í dag. Hvað ætlum við að gera í því? Hvernig ætlum við að veita hana? Hvernig ætlum við að bregðast við? Ætlum við að halda áfram bara nákvæmlega eins og við gerum í dag eða ætlum við að gera eitthvað annað? Þetta hljóta að vera spurningarna sem við þurfum að svara. Í öldrunarmálunum stöndum við frammi fyrir gríðarlegri fjölgun og þar hefur oft lengi verið rætt að við þurfum virkilega að hugsa þau mál til enda. Svo finnst mér við allt of lín eða vantar áræði til þess að semja við sjálfshjálpar samtök út í bæ. Ég ætla að nefna hérna til dæmis Aflið og Grófin sem ég reyndar saknaði úr ræðu bæjarfulltrúa Sigríðar Huldar að Grófin sem sagt aðstaða eða í raun og veru úrræði sem að geðfatlaðir hafa verið að koma sér upp og vera þar í valdeflingar pælingum og reyna að byggja sér sjálf. Á hverju erum við ekki að styðja og styrkja þessi samtök sem eina leið í virkni úrræðum einstaklinga, sérstaklega þessara geðfötluðu. Og við þurfum líka að fara að hugsa alvarlega þessa stöðu sem að kemur hér fram og hugsa þá fram í tíman að Akureyrir og annað samfélagi var þegar að þú gast ekki verið fíkniefna neytandi hér til lengri tíma, þú varst bara að yfirgefa svæðið. Þetta bara algjörlega breytt mynd og ég held að fáir geri sig grein fyrir þeim vanda sem þarna liggur
En Akureyrarbær þó að bregðast við á vissan hátt sem betur fyrr, en við þurfum með einhverjum hætti að takast á við. Hvað ætlum við að gera? Við erum alveg ofboðslega margar spurningar hérna sem við þurfum að leita svaraði. Ég hefði gjarnan viljað sjá svona allavega einhverja mynd af svörum hérna í þessari skýrslu sem ég þakka annars fyrir því að ég held að sjá ágætt yfirliti við það hvað við erum þó að gera. En ég saknaði þess að sjá ekki einhverja stefnumótun birtast í henni. En ég veit að hún hlýtur að koma og ætla að láta þetta nægja í bili. Takk. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Margrét Kristín Helgadóttir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Sigríði Huld fyrir greinagóða stefnuræðu. Ég ætla ekkert að endurtaka neitt af því sem bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason var að segja. Það er algjör óþarfi. En þessi pakki, þessi velferðarmál sem við erum að ræða núna í dag, að þetta er í rauninni miðað við umræðuna sem vorum að ræða áðan fjármál sveitarfélaga, að þetta er alveg einn af grunnstoðum sveitarfélagsins í rauninni. Þetta er svona það sem manni dettur einna fyrst í hug þegar að maður velti fyrir sér hvert er hlutverk sveitarfélaga. Að það er einhvern veginn að halda utan hvort annað og í rauninni, þessi jöfnuður, að halda á þeim sem þurfa á því að halda í það og það skiptið. Kannski bara ef ég fer aðeins út frá því sem að bæjarfulltrúi Sigríður Huld sagði áðan, að ég velti fyrir mér með þú talar forvarnir og þjónustu við fíkla með geðræn vandamál, hvað er hægt að gera fyrir þennan hóp? Hvað er eins og þú talar að það væri ekkert úrræði fyrir utan höfuðborgarsvæðið? Hvað er Reykjavíkurborg að gera í rauninni í þessu verkefni? Og ég velti fyrir mér, er þetta einhver hópur sem að leitaði til S.A.A. Er þetta eitthvað sem að, nú var náttúrulega S.A.A. var náttúrulega líka með áfangaheimili tímabili. Er þetta einhver verkefni sem er að skarast? Það er náttúrulega alveg augljóst mál að þarna er eitthvað þarna þarf ríki líka að grípa inn í, því þetta eru augljóslega líka verkefni á þeirra vegum. Og bara eins og geðdeildin upp á sjúkrahúsi, eins og við vitum nú öll geðdeildin er alls ekkert ofalin. Og þau hafa ítrykkað verið að lenda í því að þar eru einstaklingar að dvelja í lengri tíma sem að eigi ekkert endilega að vera þar inni. Fólk í neyslu eða fólk sem á bara hreinlega ekki í önnur hús að venda og ætti að vera að fá bara aðra og öðruvísi þjónustu. Þannig að þarna er klárlega hópur sem er að lenda á milli þils og veggjar. En er einhver umræða í gangi við ríkið þessa geðheilbrigðisþjónustu, þessa víxlun á milli, þessi hópur kannski á bara hvergi heima, þannig? Er einhver viðræða í gangi út frá því? Eins er ég að velta fyrir mér út frá það sem að bæjarfulltrúi Sigríður Huld talaði með að virkni, að koma einstaklingum sem að fá fjárhagsaðstoð í virkni eða atvinnu. Hvernig er að þessu staðið hjá bænum? Nú vitnaði bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason í sveitarfélag sem að væri að nýta sér skilyrði og þá Hafnarfjörður, og ég hef aðeins verið að kynna mér áfram verkefni þeirra, og þar hafa þau í rauninni búið til störf fyrir þennan hóp, þannig að þau í rauninni bjóða upp á fjölbreytt störf sem að þá í rauninni bara þau sjálf hafa búið til. Og eins líka skils mér alveg örugglega að þau borgi með einstaklingum til einkafyrirtækja. Ég veit að Akureyrarbær hefur eitthvað verið að leita til einkafyrirtækja með atvinnu, en höfum við sem stjórnsýsluapparat verið að búa til störf sem að hentar fólki. Og það er einmitt nákvæmlega það sem að Hafnarfjörður hefur gert,
að þau eru í rauninni sko, bara svo ég taki upp úr lokaskýrslunni frá þeim, að þau settu sér það markmið að fækka einstaklingum á framfærslustyrk 35% innan ársins 2014 og í lok ársins 2014 hafði þeim einstaklingum fækkað 99 einstaklinga eða 40%. Og hlutfallslega fækkaði mest yfir árið í aldurshópnum 15 til 24 ára eða 51%. Og rauntölur fyrir fyrstu 7 mánuði ársins núna í ár, skils mér, í fjárhagsaðstoð eru að þau eru að nýta 64% af áætlun tímabilsins. Það munar þarna 91 milljón fyrir utan þá í rauninni þann aðal ágóðan allt fólkið sem að fer út í samfélagið í virkni, sem að hlýtur að vera það sem að við viljum ná fram. Þannig að ég væri til í að heyra aðeins frá bæjarfulltrúa Sigríði Huld varðandi þetta mál og þá kannski líka einmitt varðandi þetta að sko vinnumarkaðurinn, hann er svo ósveigjanlegur að við erum með hópa fólki sem er kannski að fara út á vinnumarkaðinn eftir einhverja vanvirkni eins og að tala hérna áðan og það er bara ætlast til þess að þau fari bara beint út á markaðinn og í 100% starf og þau eigi bara að sinna því rosalega vel. En það kannski þarf að koma eitthvað aðeins til mótsöðu þarna að þau gæti farið í hlutastarf. Við erum ekki rosalega hlutastarfa vætt. Það er ekkert gefið að geta bara stokkið inn í 70% vinnu eða jafnvel að fá að vera fjarverandi vegna þá álags eða veikinda í 2 vikur og koma aftur. Þetta er kannski eitthvað sem við sem sveitarfélag gætum boðið upp á ef við myndum búa til einhver störf. Og ég held einmitt sko, mér fannst eins og nú er ég aðeins að skjóta út í loftið, en mér fannst eins og ég hefði lesið að þau hefðu sparað 30 milljónir, hvað var það á árinu 2014, en þessi störf sem að þau hafa búið til að þau hafa kostað þau 20 milljónir. Þannig að þetta er engin það er ekki verið að hækka þarna í peningar útlátum þó svo að vera að auka starfsfjölda eins og við vorum með þetta ræðið á. En mjög ánægilegt að veita fjármagn til að auka sálfræðiþjónustu. Bara nákvæmlega eins og við höfum rætt áður, andleg vellíðan er svo rosalega mikilvæg og ég trúi því staðfastlega að það sé forvörn að svo mörgu öðru sem á eftir kemur. Að ef við aðstofum fólk sem að líður illa að þá sé það líklegra til að vinna úr sínum málum og bara verða hamingjusöm. Og ég held einmitt að við erum aðeins að sjá byrjunina á þessari þróun, að við erum rétt núna átt okkur á því hvað geðheilbrigði er mikilvægt. Þannig að ég held að þetta er eftir að aukast mikið að notkun sálfræðinga og í rauninni stuðnings við geðheilbrigði. Þetta er svo mikilvæg forvörn. Eitt sem ég hjó líka eftir með sem ég fannst alveg svakalegu punktur, fleiri börn en áður sem eru að alast upp hjá foreldrum sem misnota vímuefni. 4-földun tilkynninga á 2 árum. Þetta finnst mér alveg svakalegar tölur. Hafið þið eitthvað kafað ofan í þessar þætti eða ofan í þessar tölur? Hvaða aukning er þetta? Er þetta bara aukning í tilkynningum? Er fólk orðið farið að fylgjast betur með nágrannanum eða er þetta já. Svo er ég að velta fyrir mér einmitt með félagslega, með leiguíbúðirnar að ég velti því fyrir mér hvort að nú er Akureyrarbær ekki með sérstaka húsnæðisstefnu eftir því sem ég best veit. Reykjavíkurborg er með húsnæðisstefnu þar sem að þau í rauninni tala að þau ætli að bjóða upp á íbúðir, þannig að það sé alltaf í boði íbúðir fyrir þá sem það vilja. Og þetta er rauninni gera þau með lóðaívilnunum og bara í gegnum skipulagi sitt í borginni og þá einmitt fer ég að velta fyrir mér sko hvernig af því að bæjarfulltrúi Sigríður Huld talaði áðan að það er fólk er að sækja í leiguíbúðir líka af því að markaðurinn er óöruggur og af því að leiguverðið er hátt og ég fór aðeins og fletti upp reglum íbúðir, leiguíbúðir hjá bænum og
þar get ég séð að tekjuviðmiðið fyrir einstakling með 3 börn til þess að geta fengið þá félagslega íbúð eða íbúð hjá Akureyrarbæ eru 4,9 milljónir á ári eða 412.000 á mánuði, þá væntanlega heildarlaun. Og sko, ég er ekkert svo langt í burtu frá þessum launum, en ég myndi ekki kæra mig að fara í íbúð, félagslega íbúð hjá bænum. Menna, væri fjármunum betur varið með því að einmitt setja pening í einhver svona leigufélög, búsetafélög, eitthvað svona þar sem að við getum með einhverjum hætti keyrt leigu niður eða skapað öruggari húsnæðiskost fyrir þá sem það vilja. Þegar við verðum að tala um öryggi húsnæðis og leiguverð. Ég er samt sko, ég er ekki endilega á þeirri skoðun að það sé hlutverk sveitarfélags að sjá fyrir íbúðum á almennu markaði, en að sama skapi ef við erum að eyða fjármunum í að kaupa félagslegar íbúðir eða kaupa íbúðir og sjá fram á aukningu í því að hefur það þá eitthvað verið skoðað hvort að við getum ekki alveg sett peningin að einhverju leyti líka í svona búsetafélög, leigufélög, einmitt með einhverjum eða jafnvel boðið upp á ívilnanir eða verið með sérstaklega skipulögð svæði fyrir akkurat svona íbúðir. En takk kærlega fyrir. Margrét Kristín Helgadóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóli Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég saknaði þess að heyra meira stefnu meirihlutans í velferðarmálum. Það búið að auglýsa eftir verkefnastjóra til þess að stýra hvers konar stefnumótun og þannig að það hljóta að vera einhverjar hugmyndir í gangi, allavega þessi verkefnastjóri að móta stefnuna. Þannig að ég óska eftir að fá að heyra meira það og þannig að við getum nú það er nefnilega svo sko dálítið gott svona í pólitík að ræða hlutina áður en eru framkvæmdir. Þó þessi auðvitað mjög gott líka að ræða hluti sem hafa verið gerðir og hvernig til hefur tekist og ég hef engar efasemdir að það er margt mjög gott að gerast í velferðarmálum bæjarins. En ég óska eftir aðeins kannski meiri hugmyndum þessa stefnumótun sem framundan er. Mér langar til dæmis að heyra því að ég hjó eins og bæjarfulltrúi Margrét Kristín örugglega við öll inni eftir upplýsingum að fleiri börn en áður séu að alast upp hjá foreldrum sem misnota vímuefni og þá bara langar mig að spyrja hvort það einhverjar hugmyndir komnar hvað er hægt að gera í þeim málum. Ég get eiginlega sagt að það sem að bæjarfulltrúi Silja Dögg talaði það var bara eins og tala út úr mínu hjarta, bara hvert einasta orð, takk fyrir það. Ég held að þetta sé bara nefnilega dálítið kvikan kannski í málunum. Það er margt sem ekki virka í þessu samfélagi og eins og bæjarfulltrúi Margrét Kristín kom inn á líka, það er þetta með virknina að hvernig hagar atvinnulífi sér gagnvart þeim sem geta ekki unnið fulla vinnu og það er ekki mikið í boði fyrir fólk sem langar af einhverjum ástæðum, hvort sem það er bara því að það langar eða getur ekki eða hvernig sem það er. En þeir sem að vilja sinna hlutastarfi, það er ekki mikið atvinnutækifæri fyrir þannig. Mig langaði líka að spyrja út í Gránufélagsteymið, það sem allir þjónustunotendur eru karlar og ég bara mig langar að spyrja hvort það vita hvernig á því stendur og hvort það er virkilega þannig að það eru engar konur jafn illa staddar, það er að segja með fíknivandamál og þá heimilisleysi og svona samþætta vanda og hvað gerist ef að þá ein slík kona poppaði upp? Erum við með úrræði fyrir það?
Svo ætla ég aðeins að koma inn í þessa mjög svo flóknu umræðu hvernig hægt að draga úr fjárhagsaðstoð. Ég bara byrja á því að náttúrulega minna okkur öll á að fjárhagsaðstoð er tilgreind í stjórnarskrá. Stjórnarskrá var réttindi okkar allra. En ég samt alveg mjög ánægð með í raun og veru þá umræðu sem hefur átt sér stað svona síðustu ár einmitt og Hafnarfjörður eins og var hér getið áðan var leiðandi á tímabili. Fyrir liggur frumvarp fyrir Alþingi skilyrðingu og möguleika til skilyrðingar fjárhagsaðstoðar og þar var nú athugasemd Félagsráðgjafafélags Íslands sem var með ofboðslega gott innlegg þetta og það talar einmitt inn í þessa umræðu sem Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi startaði í viðtali daginn. Og það sko þetta með virkni og það þetta með veikleika og hvatningu og skilyrðingu og umbun og niðurskurð. Að Félagsráðgjafafélagið telur gríðarlega mikilvægt að það sé ekki einmitt þessi veikleikavæðing sem að Björk talaði og það er svo áhugavert að því þetta er svo ofboðslega, þetta er svo viðkvæm umræða að og það var mjög áhugavert að sjá hvernig hún gjörsamlega þetta orð sem Björk talaði sem var veikleikavæðing snerist upp í aumingjavæðingu bara á núleitni og allt í einu var allir farnir að tala aumingjavæðingu. En Björk hafði aldrei talað neitt og neina aumingja. Heldur veikleika og hvernig kerfið einblínir á veikleika fólks og fær kannski fólk til að einblína á veikleika sjálfsins í stað þess að einblína á styrkleika og hvernig hægt að efla fólk í gegnum þess styrkleika. Og það held ég raun og veru það sem Björk var að tala og það það sem svo gríðarlega mikilvægt að tala Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason vitnaði í skýrslu sem Samband íslenskra sveitarfélaga lét gera og ég var að lesa þessa sömu skýrslu næsta setning við þá sem að Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason dró út með leyfi forseta þróunin sambærileg í öllum löndum í þá átt að leggja meiri áherslu á hvatningu og viðbót fyrir fjárhagsaðstoð ef fólk að standa sig í stað þess að beita eingöngu skerðingum. Og þetta gríðarlega mikilvægt. Það skiptir nefnilega öllu máli og það það skiptir öllu máli fyrir mig við mætum nú stundum stuttu svona aðeins fyrir fundi og spjallum léttunóttunum og það kom upp að ég var hætt að borða sykur. Og var búin að standa mig gríðarlega vel í því núna í nokkra vikur og ég mjög stolt af því. En það sem skiptir öllu máli fyrir mig að ég ákvað sjálf að hætta að borða sykur og þá þetta bara ekkert mál. Ég ákvað sjálf að því ég vildi það sjálf. Ef einhver hefði bannað mér að borða sykur þá væri ég bara að deyja núna. Eða þá væri ég löngu búin að borða hellinga sykri. Þetta hugarfar mann sjálfs og hvað það sem að hvetur mann til þess að gera það sem maður gerir eða gera ekki hluti. Þetta sem öllu máli skiptir og þetta þarf að hafa í huga alltaf þegar verið að tala skilyrðingu eða hvatningu eða hvernig við ætlum að fá fólk til að gera hluti sem að okkur finnst að þetta gera. Þannig að ég vil bara að við förum út í þetta. Bæjarfulltrúi Gunnar spurði líka hvernig við ætlum að fara því að byggja hér upp sjálfshjálparkerfi. Hér verið að byggja upp sjálfshjálparkerfi, hér hefur það verið gert í mörg ár. Það fer fram á samfélags- og mannréttindadeild upp í Rósenborg. Þar hefur gríðarlega flott vinna verið unnin síðustu ár og síðustu misseri. Og þetta vinna sem hefur því miður ekki fengið að mínum að til nógu mikið stuðning úr bæjarkerfinu. Það þarf að setja bara meira í þetta vegna þess að þetta það sem skiptir öllu máli. Hvernig ætlum við að styðja þau sem að höllufæti standa, fá kannski ekki stuðning heimanna frá sér, það eru alls konar ástæðurnar fyrir því að fólk ekki að fungera eins og okkur hinum finnst að vera fungera, af því að samfélagið okkar þetta dálítið skilyrt að því hvernig meirihlutanum finnst að vera og sérstaklega ráðandi öflum.
og það eru við, þetta fólk sem að stýrum hérna sveitafélögum og kerfinu öllu. Það eru við sem erum svo sterk og búin að plumma okkur svo vel og allt gengur svo vel og sama í hverjum við höfum lent, þá við nú komist ágætlega út úr þeirra öllu yfirleitt og við skiljum ekki þau sem gera það ekki. Við skiljum ekki fólk sem að plumma sig ekki jafn vel. Og það bara rosa eðlilegt, en við förum líka að gera okkur grein fyrir því hvað okkar annmarkar á því að skilja annað fólk liggja. Og reyna á einhvern veginn að bæta úr þeim með því að leita þá ráðgjafar annars staðar. En sem sagt, við ættum að styðja betur við bakið á því starfi sem fara framfyrir samfélags- og mannréttindadeild og að það myndi gera mikið gott. Takk. Sóley Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Eva Rund Einarsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil einnig byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Sigríði Huld fyrir góða yfirferð. Mjög gott yfirliti við það sem velferðarsviðið er að gera en ég tek undir með öðrum, ég er engu nær hver stefnan er. Það hefur farið yfir atriði sem þarf að gera en ég vil fá nánar upplýsingar hvað meirihlutinn ætlar að gera og hvenær. Svona vantar skarpari aðgerðarlista. Þegar ég ákvað að fara í pólitík þá var eitt af því sem ég vildi vinna að væri að bæta líðan barna og standa vörðum hagsmuni þeirra. Við sjálfstæðismenn lögðum áherslu á í okkar stefnuskrá, forvarnir og öfluga fræðslu fyrir foreldra barna, nýfæddra barna við leikskólaldur, grunnskólaldur og unglingastig í samstarfi leik- og grunnskóla sem á heilsugæsluna. Ég er rosalega ánægð að heyra að Silja Dögg er alveg á sömu línu og ég í þessum efnum sem á bæjarfulltrúi Sóley Björk. Það er miður að biðlista vegna sálfræðiþjónustu hafi verið að lengjast en jákvætt að brugðist hafi verið við með ráðningu á sálfræðingi. En mig langar að spyrja hvort eitthvað hafi komið til tals að færa sálfræðiþjónustuna að einhverju leyti inn í skólana, eins og gert er með hjúkrunarfræðinga, færa þjónustuna nær börnunum. En svo veldi maður reyndar upp í framhaldi af ræðu bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar hvort að ætti frekar að hvetja hag til þess að bjóða upp á þessa þjónustu í skólum bæjarins, því eins og hann kom inn á þá er óljós mörking hvað þjónustu bærin á að vera að veita í þessum efnum og hvað á að vera á kostnað ríkisins, en fyrir öllu er að þjónustan sé í boði. Samstarfsyfirlýsingin á milli lögreglunnar á Norðurlandi eystra og Akureyrarkaupstaðar var sérstaklega ánægjuleg og ég bíð spennt eftir að sjá hverju þetta samstarf er að skila í árangri. En ég vil nýta tækifæri og þakka bæjarfulltrúa Sóley Björk fyrir að hafa bryddað upp á þeirri umræðu á sínum tíma sem var kannski það sem ýtti undir að þessu samstarfi var komið á. Mér langar að spyrja hvernig þróun og fjölda styrkþega hefur verið síðustu árin. Er eitthvað að draga úr eftir hrun eða er þetta svipað og var? Mér langar líka að óska eftir svörum við því hvað hafi valdið því að farið var á stað í velferðastefnu vinnuna. Það er svo langt síðan að þetta var samþykkt hér í bæjarstjórn og þannig að mér langar bara að fá upplýsingar af hverju var ekki ráðið fyrr og svo sé að þá að taka 8 mánuði í vinnuna. Þannig að ég finnst þetta bara svolítið langur tími sem er að fara í þetta. Eins langaði mig að fá nánari dæmi hvaða boðleiðir á milli Hag og Akureyrarbæjar hafa ekki verið greiðar sem hafa þá leitt til verri þjónustu. Mér finnst bara rétt að þessu upp á borðinu því að þá finnst mér eitthvað sem við þurfum að laga og bæta, þannig að það er bara gott að fá það á hreint. Mér langar að spyrja hvort gerðar hafa verið kannanir á meðal aðstandenda á þjónustu sem hefur verið að veita í öldrunarmálum. Ég er ekki að ætla að þjónustan sé ekki góð, en maður heyrir oftar óánægjuraddirnar heldur en að maður heyri í þeim sem eru ánægðir, þannig að mér langar bara að vita hvort það hefur gerðar kannanir og bara hvernig þær hafi komið út. Já, ég er á því eins og fleiri hér inni að við eigum að leggja áherslu á fyrirbyggjandi starf heldur en framfærslu, hjálpa fólki til sjálfshjálpar. Skilyrðingar til fjárhagsaðstoðar er eitthvað sem við ættum klárlega að skoða. Það er ótrúlega tölur sem að Hafnarfjarðarbær er að setja fram
í hvað hefur dregist saman í fjárhagsaðstoð. En fyrir þá sem heima sitja, þá til útskýringa, þá hefur Hafnarfjarðarbær gert grundvallarbreytingar á reglum og verkferlum bæjarins varðandi fjárhagsaðstoð. Þeir leggja áherslu á aðstoð til virkni, vinnu og sjálfsbjargar og allir umsækjendur fjárhagsaðstoð eiga rétt til þjónustu út frá einstaklingsbundnu mati á aðstæðum og hagsmunum umsækjenda þar sem virkni og virðing fyrir hverjum og einum höfð að leiðarljósi, en þar fá vinnufærir umsækjendur tilboð tímabundið starf í stað þess að fá styrk. En eins og bæjarfulltrúi Margrét Kristín kom inn á, þá verkefni á vegum Akureyrarbæjar þar sem unnið í samstarfi við fyrirtæki að koma einstaklingum út á vinnumarkaðinn. Mig langar að heyra frá formanni velferðarnefndar hvernig þetta verkefni að ganga og hvað viðbrögð fyrirtækja í bænum hafa verið við þessu samstarfi. Ég sjálf sem starfsmannastjóri hjá fyrirtæki í bænum hef tekið þátt í þessu verkefni og mín sýn að þetta sé öllum aðilum til hagsbóta, fyrirtækinu, Akureyrarbæ og ekki síst þeim aðilum sem fær tækifæri að fara út á vinnumarkaðinn í stað þess að fá styrk. Ég ánægð að heyra að bæjarfulltrúi Margrét Kristín kom inn á húsnæðismálin. Ég hefði viljað láta skoða hvort hagræði yrði í því að stofnað yrði til samstarf við samvinnufélög eða einstaklinga með leigufélögum langtímarekstur íbúða án hagnaðarkröfu. En ég sem að láta hennar spurningalista duga í bili og vona bara að ég fái góð svör. Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu, næst tekur til máls Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ef þetta verður langt. Mér langar aðeins að bregðast hérna við að ég held einhverju misskilningi sem á ferðinni, vegna þess að mér finnst votta fyrir því hjá bæjarfulltrúa Sóleyju að það að vera með skilyrðingar væri forsenda þess að draga úr kostnaði. Ég held að þetta snúist miklu frekar það hvernig við getum hjálpað fólki út á vinnumarkaðinu, út í lífið sjálft. Það sé aðalatriði. Koma fólki út úr þeirri gildru sem liggur í því að sitja fast á fjárhagsaðstoð. Það held þessi grundvallaratriði. Út frá því hef ég rætt þetta mál alla tíð, vegna þess að það skiptir samfélagi máli að flesti séu virkir. Þeir líði vel, þeir hafi sterka sjálfsmynd, séu hluti af samfélagi. Það bara grundvallaratriði í öllu lífi. Þess vegna skiptir svo miklu máli að við aðstoðum fólk á jákvæðan og uppbyggilegan hátt í þessu hlutverki. Ef að það leiðir til þess að við erum með minna fjármagn í þessa þjónustu, þá það bara því besta máli. Mín svona sýn á þetta miklu frekar það, við séum þá að setja fjármagn frekar í önnur og annars konar úrræði, heldur en eingöngu fjárhagsaðstoðina, eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Margrétar Kristínar. Svo langar mig aðeins til þess að ég ekki alveg sem að ég var náðu að koma því nú og skipta á framfæri að ég vilja láta endurskoða núna þetta fyrirkomulag á fjölskyldudeildinni og skóladeildinni að sálfræði eða sérfræði þjónusta skóla sé á hendi fjölskyldudeildar. Ég held að sé bara komin tími til að skoða þetta. Við skiptum þessu upp í tvo þætti, sérfræði þjónustu sem einstaklingsbundin og svo hins vegar stofnanabundna þjónustu sem við erum með samning við Háskólann á Akureyri. Málið það ég held að sé miklu meira hætta að mörgu leyti á sjúkdómsvæðingarkerfinu í þessari miklu einstaklingsþjónustu vegna þess að við leggjum svo gríðarlega áherslu á það að laga einstaklingin að samfélaginu, laga einstaklingin að stofnunum. Getur verið að vandinn liggi að hluta til í því að börnin bara passi ekki inn í leikskólana eða grunnskólana einhvers staðar inn í kerfið. Eða ættum við kannski að horfa á það í leiðinni, hvort að stofnanirnar eru í raun og samfélagið bara tilbúið til að taka við einstaklingunum eins og þeir eru. Það kannski eitthvað sem við þurfum að skoða. Þannig að ég vil að við skoðum þetta
Það eru liðin núna 16 ár síðan þessi fyrirkomulag er komið á og mér finnst full ástæða til þess að skoða hvort við séum með þetta í réttum farvegi eftir þennan tíma eður ei. Og ég held að þurfa að skoða þetta heildrænt séð. Það var talað ákveðna samlegð í þessu, það væri með einstaklingsþjónustu við börn og unglinga í sérfræðiþjónustunni og barnaverndina saman. Ég er ekkert endilega að sjá þessa samlegð beint vegna þess að barnaverndin svo sértæk þjónusta. Og hún bundin svo sértækum laga ramma að það virðist ekkert vera að ganga upp í mínum huga öllu leyti. Og kannski þetta, af því að ég glemdi að minnast á aðan, þetta með börnin sem að búa við þær aðstæður að foreldrarnir í vímuefna áfengisneyslu í auknum mæli. Mér finnst þetta pínlítið endurspeglast í að hluta til úrræðaleysin í barnaverndarkerfinu. Það er eins og hlutirnir þurfa að ganga svo ofboðslega langt áður en við náum að grípa til aðgerða barninu til hagsbóta. Þetta er eitthvað sem við þurfum bara að ræða hérna. Auðvitað skiptir máli að barnið sé í samskipti við foreldrana. Hvar eiga þessi mörk að liggja? Ég held að liggja allt og nálægt foreldrin í dag miðað við hagsmuni barnsins. Takk. Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til máls Eiríkur Björgvinsson, bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins að blanda mér í umræðuna. Fyrst varðandi skilyrðinguna sem að bæjarfulltrúi með tíðrætt að þá er þessi umræði mitt inn í stjórn sambandsins líka og hún hefur náð svolítið langt og var mikil umræða síðastliðinn föstudag, meðan að þar höfðum við akkurat Björgu Vilhelmsdóttur hjá okkur, það sem hún kann fara yfir með þess að sína sín í þessu. En ég held að sé ekki spurning að við verðum með einhverjum hætti að þrýsta á að það verði setta fram einhvers konar skilyrðingar varðandi fjárhagsaðstoðina og tek undir það að meginmarkmiðið er í rauninni ekki það að í rauninni draga úr fjárveitingum til einstaklinga sem þurfa á því að halda, heldur að hafa meiri stuðning við þessa einstaklinga og þetta er allt sem að koma hérna fram. Ég bara styð þetta heilshugar. Það sem ég langar aðeins að blanda mér inn í, það er umræðan sem átt stað hérna upphafi hjá Gunnari Gíslasyni bæjarfulltrúa varðandi heilsugæsluna og flutning hennar aftur til ríkisins. Ég hef sagt áður hér í þessu sæti eða þessu stól hérna að það er í sjálfu sér skiptir engu máli hvar þjónustan er, hvort hún sé hjá ríkinu eða sveitarfélaginu svo framálag sem svo góð til íbúana. Aftur á móti, það er þetta spurning ákveðna stefnu sem að vera nauðsynlegt að menn taki og það sé menn séu samkvæmið sjálfum sér í því hvar þjónustan eigi að vera. Við tölum það að ákveðin þjónusta sé nærþjónusta og sú þjónusta eigi þess að vera hjá sveitarfélaginu. Ég lít á heilsugæsluþjónustu sem ákveðna nærþjónustu. Hún er vissulega heilbrigðisþjónusta sem er líka hjá ríkinu, en þetta er í eðli sínu þannig þjónusta að hún er nærþjónusta og þess vegna ætti hún að vera hjá sveitarfélaginu. Og ef þetta fara að þróast út í það er inn í ríki getur veitt meiri fjárveitingar inn í þessi verkefni af því að þetta er á þeirra verksviði, þá er bara spurning hvort að við ekki bara láta það hafa sjúkraflutningana, láta það hafa öldrunarþjónustuna, hlíðaskóla, bara láta það hafa meira minna alla þess að opinberu þjónustu sem að geta, ef að það er til þess að tryggja að íbúarnir fái almennilega þjónustu. Og nú er ég að tala algjörlega á skjön við þá hugmyndafræði sem ég hef varðandi það að veita íbúum þjónustu sem ætti þá að vera hjá sveitarfélaginu. Og þetta er líka algjörlega á skjön við þá stefnu sem stjórnvöld hafa sjálf markað sér í því að efla sveitarstjórnarstigið. Þetta er ekki til þess fallið að efla sveitarstjórnarstigið að taka verkefni frá sveitarfélaginu. Ég myndi vilja fá sjá fleiri verkefni til sveitarfélagana og svo erum við náttúrulega alveg sammála það þó að og ég veit að við erum ekkert ósammála þetta heldur að það þarf að marka þessu tekjustofna svo við getum veitt þessa þjónustu. En fleiri verkefni til sveitarfélagana, sérstaklega sem snúa nærþjónustunni og ríkið á í rauninni ekki að gera það með þessum hætti að taka það frá okkur og setja síðan fjármunina inn. En megi gott að vita með það að þjónustan verði betri. Það er það besta fyrir íbúana. Takk fyrir. Eiríkur Björn Björgvinsson, bæjarstjóri, hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Guðmundur Baldvin, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, án sem var að lengja umræðuna mikið þá ég taka undir með bæjarstjóra að ég er sammála því að við eigum í rauninni að skilyrða fjárhagsaðstoð með einhverjum hætti, en til þess að það sé hægt
þá verðum við í rauninni að hafa þá einhver úrræði fyrir fólk til þess að sé hægt að setja til þess að hjálpa fólki og mér er nú máli skipt að ég hef setið í stjórn starfsendurhæfingar Norðurlands og ég hef áhyggjur af því að starfsendurhæfing hér hefur árabil veitt þessum fólki þjónustu, fólki sem hefur farið halloka, ungu fólki, gjarnan fíklar með geðraskanir og svo framvegis. Þarna höfum við í rauninni starfsendurhæfingar Norðurlands, ekki við, ég hef verið stjórnanda, en starfsendurhæfingar Norðurlands hefur verið að sinna þessu fólki. Nú horfið svo við að þetta er í rauninni komið allt undir virk starfsendurhæfingarsjóð. Hér áður fyrir var það ríki sem kom með fjármagnin í þetta og við sóttum peninga til ríkisins, útskýrðum þörfina og slíkt og þetta gekk einhvern veginn. Nú heyrir þetta allt undir virk og þar því miður finnst mér eins og virk sé að búa til girðingar. Það þarf meira til þess að geta komið fólki í þessi úrræði. Félagsþjónustan gat hér áður vísað fólki til starfsendurhæfingar Norðurlands í úrræði þar sem var hægt að hjálpa fólki. Þetta var gjarnan ungt fólk sem átti framtíð, ungt fólk sem hafði möguleika á að breyta lífsstíl. Núna erum við úrræðin fyrir þetta fólk, þeim er að fækka. Vegna þess að starfsendurhæfing Norðurlands á í erfiðleikum með að taka þetta fólkin vegna þess að þetta þarf að koma í gegnum virk og það er bara erfiðara. Og þarna held ég að við verðum að beita okkur sem bæjarstjórn eða bæjarvald í þessum málum og leggjast að áratna með starfsendurhæfingu Norðurlands. Þetta er náttúrulega vegna þess að þetta er mjög mikilvæg starfsemi sem hefur farið þarna fram. Starfsendurhæfingu hefur líka tekið þátt í með Akureyrarbæ með verkefni sem við kallaði Gæfusporið sem hefur gefið mjög góða raun og hefur verið rekið upp í Rósenborg. Þannig ég held að við verðum í rauninni að passa okkur á þessu. Ég myndist af þegar við vorum að ræða fjármáli hér fyrir í dag, þá myndist ég á það að við erum að leggja mikla peninga inn í þetta til starfsendurhæfingarsjóðsins virk, en við erum ekki að fá tilbaka sem skildi. Og mér finnst þarna, hvað var það starfsendurhæfingu Norðurlands, að það er mjög mikilvægt að starfsemin þar haldi áfram til þess að hjálpa þessu unga fólki. Og það eru mörg dæmi, það eru til mýmörg dæmi, þar sem að þessi stofnun hefur náð að rétta fólk við og hjálpa því aftur inn á réttu brautir. Þannig ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að berjast fyrir og ég skora á Sigríði og hennar fólki í velferðarráði að taka þetta aðeins inn í umræðuna. Það var að tala hér stefnu okkar meirihlutans í þessum málum, vissulega þannig að þetta er stór og erfiður og þungum málaflokkur. Við höfum verið hérna og fundað með forsvarsmönnum búsetudeildar varðandi mögulega byggingu neyðarhúsnæðis fyrir langleita fíkla eins og bæjarfulltrúi Sigríður kom inn á og það myndi hugsanlega þá geta ef við færum í það þá myndum við fjölga félagslegum íbúðum en það er líka mjög mikilvægt og við höfum rætt það og höfum rætt það innan bæjarráðs að það er mjög mikilvægt í raun að við látum gera úttekt og fylgjast betur með. Bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á það líka held ég máli sín áðan að það er líka svona félagslega íbúðakerfi á ekki að vera þannig að fólk farið þar inn og sitji þar endalaust ef það hefði ekki þörf fyrir því á félagslega íbúð lengur. Þannig að það þarf aðeins að skoða þetta. Mér skilst að það sé gert reglulega en það er mjög mikilvægt fyrir okkur bæjarfulltrúa og þá líka velferðarráð að það fá upplýsingar það reglulega að sé verið að skoða hverjir eru að sitja í félagslega íbúðum okkar vegum. Þannig að það sé virkilega fólk sem hafi þörf á því. Þannig að það er mjög stað það þurfa aðeins að koma fram. Svo af því að ég var nú að tala hér heilbrigðisráðherra áðan og það er að vera að tala sjálfræðiþjónustu, þá er líka ágætt að hrósa mönnum og hæla mönnum að mér skilst að það sé verið að vinna í því núna að ráða sálfræðinga við heilsugæslustöðvar hringinn í kringum landið, akkúrat í þeim augnamiði að auka sálfræðiþjónustu við íbúana og mér finnst það vel. Ég held að þetta sé það sé mjög þarft vegna þess að það er mikið af fólki sem leita til heilsugæslustöðvar sem þarf til lækna sem þarf á sálfræðarstóð, ekki læknisaðstóð. Þannig að ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að horfa til. En ég er sammála því að við þurfum að skilja hlutina en við þurfum líka að hafa úrræði handa fólki og það er líka kannski eitt sem að við þurfum líka að velta fyrir okkur að þegar við erum síðan að hjálpa fólki til þess að komast út úr vanda. Ég þekki málið að því ég er starfsmaður lífeyrissjóðs að þegar fólki þarf að komast úr vanda þá þarf að minnka þessar girðingar sem að fólk lendir á. Það þarf að koma í veg fyrir það að það má ekki vinna sér inn
krónu þá það tekið af því í formi bóta, það er slæmt og við þurfum í raun að breyta því, við þurfum að hjálpa fólki til þess að komast aftur á stað og vinnuveitendur þurfa líka að breyta hugsunarhætti sínum. Fólk getur lent í erfiðleikum í sínu lífi og það þarf að koma tilbaka og það þarf hugsanlega að koma inn í hlutastarf. Það getur verið að þú sért ekki orðið full frískur til þess að fara í 100% starf en vinnuveitendur þurfa að vera tilbúinir líka til þess að hjálpa fólki sem til sjálfshjálpar. Það svona, við þurfum að breyta þessum hugafari að við höfum að bera okkur saman við Norðurlönd hér áðan að það er það sem að ég veit að er gert mun betur en Norðurlöndum að það er þegar að fólk hefur lent í örorku að möguleika þetta til þess að taka aftur þátt í vinnumarkaði eru mun meiri og betri og það er unni miklu betur með fólk til þess að fá það aftur inn á vinnumarkaði heldur hér er gert á Íslandi og við þurfum þess að hugafarsbreytingu. Takk. Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi lokið máli sínu, orðið er laust. Sigríður Huld Jónsdóttir bæjarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir góðar umræður. Ég er búin að vera bæði að hlusta og skrifa niður og reyna að ná það sem að var verið að spyrja vonandi næru að svara einhver af þessu. Bara að byrja að taka undir það sem bæjarfulltrúi Silja var að tala að við þurfum að finna rótina, það er kannski erfitt fyrir okkur sem bæjarstjórn að komast að rót vandans af hverju samfélagið er að breytast í þessa átt sem að það er að breytast í og það er aukin vanlíðan hjá börnum en við getum hins vegar nýtt okkur skólana til þess að skoða betur hvað það er sem að veldi vanlíðan hjá börnum og eins líka skoða vel hvað bærinn getur gert í því til þess að koma til móts við fjölskyldunar og líka þá atvinnulífi, hvað getur atvinnulífi gert þar. Ég hef nú kannski átt að taka til máls strax á eftir ræðu bæjarfulltrúa Gunnars til þess að útskýra stöðuna eins og þið sögðu mörgu söknuðu stefnunar og hver stefna var hjá ráðinu og auðvitað söknuðu hennar af því að þetta var alveg meðvitað að það er kannski ekki miklar útfærslur á því hvert við erum að fara af því að við erum að fara í stefnumótunarvinnu og þetta er ekkert bara velferðarmálin er ekkert bara stefna meirihlutans, þetta er stefna okkar allra og í okkar velferðarráði núna, ég held við séum mjög heppið með það fólk sem við erum með þar inni og ég vildi halda glugganum opnum bæði að fá frá ykkur hugmyndir og vera þá ekki kannski orðin dómerandi í því sem að er verið að fara að vinna með áfram í ráðinu. Auðvitað myndi einhver svo segja við mig, býtu þú ert í forystu fyrir ráðu, áttu þú ekki að vera vita allt og hvert við erum að fara. En ég vildi halda þessum glugga opnum og en með vísan í meirihluta samstarfssamning okkar og þar er meðal annars eins og við höfum rætt mikið það er áhersla á unga fólkið. Ég tek sannlega undir orð bæjarfulltrúa Gunnars það og fleiri hafa rætt að efla fólk til að bjarga sér sjálft og þar er kannski þessi þráður sem að við þurfum að vinna eftir í stefnumótuninni og auka virknina. Við þurfum að fara varlega í skilyrðingar á fjárhagsaðstoð og ég er alveg viss það að það er virka fyrir einhverja og sérstaklega þá sem að eru alveg færir til þess að vera í vinnu og en fyrir einhverja og allt og marga er þetta ekkert val, þau eru bara komin á þennan stað í lífinu þar sem að eina leiðin þeirra til þess að eiga fyrir mat er að fá fjárhagsaðstoð. Úrræði sem þurfa að vera til staðar að það er nú eitt af því sem að ég hef sjálf talað fyrir og það sem stendur í samstarfssamningnum meirihlutans er
umboðsmaður barna, einhvers konar útfærsla á umboðsmaðurinn barna inn í kerfinu hjá okkur, og það hvort það einhver einn einstaklingur eða nokkrir einstaklingar, en það kannski þessi buffer sem að bæjarfulltrúi Silja og Gunnar fjölluðu það að segja þetta, þar verður forvarnarstarfið og þar verður leiðbeiningarnar til dæmis bæði foreldra og barna og eins líka inn í skólana. Nú, það sem að bæjarfulltrúi Gunnar var að tala sálfræðiþjónustuna að ég náttúrulega þekki kerfið bara eins og það í dag. Hann man meira en ég það hvernig hún var og mér finnst alveg þess vert að skoða hvort það þurfi eitthvað að breyta þessu. Og ég líka svona áhugavert það sem að bæjarfulltrúi Gunnar sagði líka, það að stundum eru þessi hagsmuni foreldra ofar en hagsmuni barnanna, og hvað það hvort það eitthvað bara innbyggt í kerfinu eða hefðir, að það frekar hort á réttindi foreldra en að horfa á réttindi barnanna og þess velferðar. Bæjarfulltrúi Margrét Kristín, hún spurði hvað var hægt að gera fyrir þennan hóp, þá sem sagt fíklana og þá sem við geðra vandamál að stríða sem gert á höfuðborgarsvæðinu. Þar eru úrræði meðal annars, þar hafa heimilislausir athvarf sem ekki til hér, sem þeir hafa athvarf til að gista á yfir nóttina. Geðdeild Landspítalans hefur fleiri úrræði heldur en geðdeild sjúkrahússins á Akureyri, og þó að biðlistinn hjá Landspítalanum sé líka langur að þá hafa þau fleiri úrræði þar á staðnum sem eru ekki hér til staðar. Nú, við erum þegar byrjuð að ræða við geðdeildina bara með samvinnu ákveðna einstaklingar sem að falla undir þennan hóp, og það er þáttur sem að ég vil að við eflum enn frekar, það samvinnan. Bæjarfulltrúi Margrét Kristín var líka að spyrja hvort að breytingin á starfsemi hjá SÁÁ hefði eitthvað með þennan hóp að gera. Mín tilfinning að sú þjónusta sem SÁÁ hefur og hafði kannski meira kannski ekki sú þjónusta sem að þessir sem eru lengst leiddir í sinni neyslu leituð í. En sannlega getur þetta haft áhrif á þá sem að koma tilbaka á meðferð og þurfa stuðning. Áframverkefni í Hafnarfirði, ég þekki það verkefni og það klárlega eitthvað sem að ég var búin að haka við að þetta væri gott innlegg fyrir okkur að skoða inn í okkar stefnumótunarvinnu. Og hvað eru við að gera? Við erum til dæmis að búa til störf fyrir unga fólki í gegnum fjölsmiðjuna, og fjölsmiðjan frábært framtak gagnvart ungu fólki, og þar unga fólkið að ná sér á strik og komast í virkni og og bara mjög jákvætt þegar einstaklingarnir að fara þaðan og komast í aðra vinnu. Þau eru búin að fá þessa þjálfun að vera á vinnumarkaði, og þar meðal annars líka inn í fjölsmiðjunni þetta samstarf við Rósenborg. Þar koma ráðgjafar frá Rósenborg og tenging á milli Rósenborg og fjölsmiðjunar mjög mikilvæg og gott að hún komin í gang. Og þar líka aðili frá Vinnumálastofnun sem kemur á svæðið. Það líka samstarf við Vinnumálastofnun, og það eru störf út í bæ sem Vinnumálastofnun kemur að, og þá verið að greiða tímabundið með starfsmönnum í fyrirtækjum. Síðan var spurt aukninguna hjá tilkynningum vanrækslu barna og heimilum þar sem neysla, og ég ekki alveg með einhverja mikla greiningu þar, en ég veit að þau sáu aukningu í tilkynningum eftir að það var ákveðin fræðsla sem fór fram til starfsfólk leikskólana.
þá varð aukning á tilkynningum. En þetta klárlega, og ég teg bara undir það sem að bæjarfulltrúi Sóley sagði áðan, að maður svona hálf brá við að sjá þessu tölur, að það væri þessi aukning og kemur þá kannski aftur af þessum sem að bæjarfulltrúi Gunnar fjallaði áðan, að það er þessi sko, hver er réttindi barnsins og hver er hagsmunir og réttindi foreldrana. Með fjármagn til þess að fara inn í einhverja íbúðar eða leigu íbúðasamvinnu, að ég hef ekki séð hvernig útfærslur húsnæðismálaráðherra í þessum fjármúli sem er ætlað í byggingu. Mér minnir að þetta séu hátt í 3000 íbúðir eitthvað sem ég sá á einhverju plani sem að væri verið að hugsa að byggja, og ég myndi svona vilja sjá hvers konar útfærsla þar verður. En mér finnst bara í þessu ástandi sem að á leigumarkaði í dag, að þá finnst mér að við eigum bara að skoða allar lausnir sem að við mögulega getum komið að. Bæjarfulltrúi Sóley, hún spurði Gránufélagsteymið og á hverju bara karlar, og eru konurnar ekki á þessu sama stað og karlarnir, og hvað gerist ef að kona poppar upp, þá til úrræði. Gránufélagsteymið ekkert bara karlaúrræði, það líka fyrir konur, og það hafa konur verið í þjónustu. Akkurat á þessum tímapunkti eru bara karlmenn. Af hverju fleiri karlar en konur eru búin að ná þessum botni sem að þessir einstaklingar eru búin að ná, ég veit það ekki. Kannski eru konur frekar að leita sér aðstoðar fyrr en karlar. Þær hafa kannski öðruvísi stuðningsnet heldur en karlar. Þetta eru bara getgátur. Bæjarfulltrúi Eva spurði sálfræðinga inn í skólana, og það bara klárlega eitt af því sem að mér finnst og vera hlutur sem við eigum að skoða, og þá kannski líka í samhengi við það sem að bæjarfulltrúi Gunnar var að tala um. Bæjarfulltrúi Eva spurði líka fjölda styrkþegar sem að fá fjárhagsaðstoð. Það fækkun á þessu ári, ég bara ekki alveg með tölurnar, en ég veit að það fækkun sem að líka kannski endurspeglast af því að það læra atvinnuleysi og þá væntanlega fleiri með vinnu. Bæjarfulltrúi Eva spurði líka á hverju var ekki fyrirfara á stað með velferðarstefnuna. Töluvert langur tími síðan að var ákveðið þetta yrði gert, og ástæðan fyrir því að hverju ekki fer á stað liggur fyrst og fremst hjá mér sem formanni. Mér hefur hins vegar fundist tíminn hafa unnið bæði með mér, og á þess að hafa spurt þau beint, en þá held ég að hafi líka unnið með öðrum í ráðinu, því að það að vera í velferðarráði gríðarlega flókið mál, og það svo margt sem maður þarf að koma sér inn í, og akkurat á þessum tímapunkti finnst mér og við vera komin á þann stað að við erum öruggari í því að fara í þá vinnu sem að framundan heldur en kannski fyrir ári síðan. En við erum allavega að fara af stað, og það ekki, þessi verkefnastjórinn, hann ekki að fara að skrifa stefnuna, en hann verður starfsmaður okkar í því að vinna að þessu, og meðal annars hugsunin að hafa opna íbúafundi í helstu málaflokkum, og það verður þá bara eftir saltumræðinni og mókun gatna. Nú boðleiðir milli heilsugæslunnar og Akureyrarbæjar, hvaða boðleiðir að ræða, sko, með heilsugæsluna. Mér finnst, ég alveg komin á þann stað að þetta búið og gert, og við erum bara komin á þann stað að við eigum að fara að leita betur eftir samvinnu, og við eigum að vera í forsvari, hafa frumkvæðið að því. Sjálf hef ég þá skoðun að heilsugæslan eigi að vera hjá sveitarfélögunum, og meira að segja hefur
núverandi heilbrigðisráðherra sagt það sjálfur að heilsugæslan eigi að vera hjá sveitarfélögunum, en raunin önnur eins og svo margoft hefur komið fram. Boðleiðirnar, þær verða lengri þegar að svona, þetta orðin sikkur rekstraraðilinn, á þess að fara mikið ofan í ákveðin mál, að þá samt, það fyrst og fremst þær boðleiðirnar, þær kannski svona eru að stoppa að hlutinni gerist hraðar. En ég vil líka vekja athygli á því að þetta ekkert heilsugæslunni að kenna, eða ég meina þau að ganga í gegnum breytingafasa og það tekur líka tíma fyrir þau, og ég held að báðir aðilar séu tilbúnir í að auka samstarf og vinna vel. Með kannanir á þjónustu til aðstandenda og notenda á öldrunarþjónustuna, mér finnst eins og það hafi verið gerða kannanir, en ég bara hafði ekki tíma akkurat hérna núna í þessari umræðu að leita þau uppi. En ég bendi á að það eru mjög góðar upplýsingar á heimasíðu öldrunarheimilana og það væri þá þar inni sem að væri hægt að sjá hérna kannanir. Nú í umræðunum sem voru áðan fjárhag sveitarfélaganna kom fram hjá bæjarfulltrúum að við þurftum að hugsa út fyrir boxið og vera skapandi. Ég algjörlega sammála því, og það einmitt það sem að mér hefur fundist starfsmenn bæjarins vera að gera, til dæmis með samvinnu á milli sviða og betri nýtingu og fagfólki. EDEN-stefnan til dæmis liður í því að vera skapandi og hugsa út fyrir boxið. Það að nýta aðferðir þjónandi leiðsagnar og valdeflingar líka liður í því að vera skapandi í þeirri þjónustur sem sviðin veita. Forstöðumenn, eins og kom fram í máli bæjarstjóra áðan, að þeir leita alltaf velta alltaf fyrir sér hvort það þurfa að ráða í stöður sem losna. Og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason talaði það fyrir umræðum að það verður ekki hlaup nema að fara vera af stað. Og ég get bara ekki tekið undir það að hlaupið sé ekki farið að hafið innan þeirri deildar sem falli undir velferðarráð. Starfsfólk sannarlega stöðugt á hlaupum. En það líka að leita leiða, eins og ég sagði áðan, til að hugsa út fyrir boxið og finna leiðir, og má þar meðal annars nefna þær breytingar sem hafa verið gerðar á dagþjónustunni sem ætlaðar að spara í 10 milljónir á ári. Fyrst og fremst með því að nýta fagfólk og aðstöðu og hlýð betur. Forstöðumenn hafa breytt nýráðningum þannig að fólk geti unnið á fleiri en einni vinnustöð, og hefur það til dæmis verið gert á búsetudeild. Og ég hafnaði alfarið að lítið sé gert þess að bæta reksturinn, og litlir hlutir hér og þar skipta máli í heildarmyndinni. Og ég saknaði þess að það var lítil umræða frá ykkur velferðartæknina, og það kannski líka út af því að velferðartæknin eitthvað sem að við erum allt og feimin við að nýta okkur og nota. Nú, býttu nú við, alveg að reyna að fara að stytta þetta. Nú, rekstur í allri velferðarþjónustu óöruggur og þjónustuþörf getur sveiflast til án þess að við höfum nokkuð það að segja. Nýjir skjólstæðingar geta bæst inn í þjónustuna á nokkurs aðdraganda sem þannig mynda nýjan kostnað sem oftar en ekki þarf að bregðast við strax, og þá oftar en ekki með yfirvinnu. Að sama skapi getur þjónustan breyst á þann hátt að skjólstæðingar falla frá eða flytja úr bænum, og það getur tekið tíma að breyta þá mönnun í kjölfarið. En gleymið því heldur ekki í allri þessari umræðu velferðarmálin að velferð líka atvinnumál og atvinnuskapandi og laðar til okkur nýja íbúa. Nú í samskipti við ríkið, sem hefur nú oft verið rætt hér í dag, að þar held ég að orðið sé samvinna. Og við eigum að hafa það frumkvæði að bjóða upp á samvinnu, þannig nýtum við best fagþekkingu og fjármagn. Þótt að þurfa að halda áfram að berja á ríkinu til að efla tekjustofna okkar, að þá orku okkar ekki síður varið í það að efla samvinnuna. Velferð kostar og það okkar að standa undir þau kröfum sem gerðar eru til okkar sem sveitarfélag. Ég tel að við öll hér inni viljum til dæmis að börnunum okkar, öldruðum foreldrum, fötluðu fólki og þeim sem búa við fátækt hafi tækifæri til að lifa með reisn. Takk fyrir.
Sigríður Huld Jónsdóttir bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið er laust.